Já, velkomin í matartíman sem við höfum hérna við rauðaborðið á samstöðinni. Við byrjuðum hérna fyrir einhverju vikum og erum að þróa þetta, kannski verður þetta sjálfstæðum öflugum þætti, við má vita það. En hér eru komnir góði gestir, það Eirný Sigurðardóttir sem ostarsérfræðingur. Góðan dag. Velkomin. Og hér Friðrik Vaff Hraunfjörð kokkur aftur, kallaður Friðrik 50. Herðum. Hérna, þannig að tala mat hvernig sem sko, út frá hverju sem En hérna, ég var að labba Hverfisgötuna í vinnuna og ég man ekki af hverju ég fór að hugsa það, kannski að því ég vissi að ég var að vera að hitta ykkur. Og þá var ég að hugsa svona svona matamarkaði. Og ég var að hugsa það var nú aldrei hægt að hafa svona matamarkað í Reykjavík og svona, en núna svo mikil túrismi hérna, það svo mikið af veitingahúsum og að sumuleyti það hérna þannig að veitingahús geta þurfa á matamarkað að halda. Það hlýtur að vera auðveldara fyrir þann sem í innkaupunum að fara á einn stað og að sækja það og þá hugsaði ég, það ætti nú kannski bara eitthvað svona nýta, kannski þetta bara ekkert svona í veitingahúsunum að það miklu auðveldara fyrir veitingahúsi bara að panta þetta, svo fáður þetta dyrum og það bara verið einhver við þarna klukkan 9 þegar sendibílarnir koma og þannig að kannski það ekki þannig að allir þessi veitingastæðir að þeir gætu orðið svona bakbein til þess að við fengjum hérna matamarkað sem að við svo sannarlega þurfum á að halda hérna. Við getum ekki lifað alveg af bara einhverjum stórmörkuðum og svo svona bara einhverjum einstöku hérna búðum sem að hérna eru að selja svona árstíðabundið og staðbundið og eitthvað fleira og svo einstaka viðburðum í Hörpunni sem hún Eirný stendur fyrir. Matamarkaður Íslands, sem stærsti matamarkaður Íslands. Já, sem eiginlega vörusýning frekar heldur en matamarkaður eins og ég var að meina. Alls ekki. Þetta algjörlega, hvenær komstu síðast? Við erum fyrst og fremst matarmarkaður, við erum með bæði grænmeti og kjöt, við erum með úrval til sölu og þetta Ég skil hvort að segja að það þessi rómantíska hugmyndum að hafa einhvern markað sem að rekur sig 5-7 daga eða jafnvel 4 daga. Það er ekki svo rómantískt, þetta mjög víða. Þetta mjög víða, en við erum náttúrulega lítill neytendahópur og núna, ég held að Friðrik og ég nú búin að vera Ég rak búrið sérvöruverslun í 10 ár og nú þetta 15. árið sem ég held þennan markað. Á þessum 15 árum, við byrjuðum með hann á 3 ári og hann byrjaði manstu bara í tjaldi sem bara frumkvöðla markaður og á þessum 15 árum það eru allar útfærslur búin að vera ræddar það hvernig væri hægt að halda úti daglegum markaði. Við erum bara ekki með neytendur fyrir það og okkar innkaupar hegðun allt önnur. Ef við horfum bara til dæmis á Danmörku og við horfum þar á, þú veist, matarmarkaði þar. Fólk flest að og þú veist, að fara og kaupa í matinn og setja svo fá sér eitthvað bita eða eitthvað vinglas en þú veist, það lestarsamgöngur sem stjórna því, þú veist, fólk ekki að keyra inn í borgina, það í lestum. Svo að það svona þessi upplifun sem þú getur fengið náttúrulega tengt líka við hvort að fólk sé á bíl eða hvort að það sé, þú veist. Það segir að verði aldrei matamarkaður í Reykjavík. Ég ekki að segja það, ég segi aldrei, en ég bara svona kannski að því ég búin að hrærast í þessu, ég og Hlédís Sveinsdóttir sem stöndum fyrir þessu, það búið að tala við okkur af mörgum aðilum yfir árið og þú líka, þetta búið að brenna heitt hjá þér, við áttum þetta samtal fyrir þó nokkrum árum þar sem að þú varst með hugmyndur að reyna að koma okkur á fót. En raunin bara svo að framleiðendur hér bara eru smáframleiðendur. Þeir ekki að fara að standa vaktina sem sjálfir 4 til 5 daga vikunar og selja vörurnar sínar því að bara fótfallið myndi ekki vera nægilegt. Ég ætla að leyfa mér alveg ósammála. Ok, flott. Það bara Ég held að, ég meina, þetta ekkert með samgöngur að gera. Elstu markaðir í Englandi eru 10.000 ára eða eitthvað. Þar byrja fólk að versla með vöru þegar þurfti þess. Ef þú horfir á Danmörku, ef þú ert að tala það, þá meiri hluti þeirra sem að selja vörur á mörkuðum í Danmörku eru milliliðir, eru bara minni milliliðir. Samanber
Torfihallerinni, þannig bara aðli sem að kaupa grænmeti nokkrum aðilum og selja. Svipað og kannski segjum þessi ostasali inn í París, að hann hérna með eitthvað tengsl við eitthvað tiltekna bændur og svo sækir hann líka til heildsala og algjörlega, ég held að ostakjarnar maðurinn sem hann selja. Vandamálið samt að við, og þar held ég að einnig sem rétt fyrir sér að við höfum ekki hefðina. En Skandinavíu ekkert svo gömul heldur. Ég meina, mathallinn í Oslo opnaði bara fyrir 12 árum eða 13 árum. Og það er rekstur sem að, það þarf að bæta við sig til þess að halda sér. Torfihallinn náttúrulega alveg frábær, ég elska það. Já, það bara nákvæmlega sama kerfi 8 ára hlemmi. Það bara, já, en það gekk ekki upp. Það var aldrei reynd. Það var bara eins og... Grænmetið var þarna. Ég var í undirbúningshópaði hvernig hlemmur átti að vera. Hann átti að vera í 70% ferskvara og svo mátti vera eitthvað auka. Hann varð aldrei þannig. Það kom bara eitthvað peningakall sem ákvað að reka þetta og sneri borginni. Og eina sem hann gerir að leigja einhverjum, þetta á að vera matöll en þetta skyndibitaskúr, bara sorry. Foodkort eins og verið kallað í Bandaríkjunum. Foodkort eins og verið á flugvöllum. Ég meina, horfum á alvöru markaði, ég meina það eru markaðir, Borró, þú veist, byrjaði hann ekki verið 1000 árum, varð Borró 1880, þú veist, en það var búið að díla með vöru þar síðan 1700 eitthvað. Þar eru fullt af aðilum, en þar náttúrulega líka aðstæða fyrir veitingamenn því þar eru orðið vesen að fá vöru. Veitingamenn í bænum núna að væli yfir því að það sé erfitt að taka móti vöru út af stórum bílum og svona. Væri ekki bara ideal að það væri eitthvað vöruskemma að selja? Akkur ekki sölufélag garðyrkjumanna með markaða sem ég get farið og keypt grænmeti? Já, ég ætla að spyrja þessu því þú hefur ekki veitingastæði. Er þetta sem ég var að velta fyrir mér á Hverfisgötunni? Kannski þetta bara rómatísk hugmynd sem stundum vera að ljúga manni í svona kokkaþáttum, þá þykist kokkurinn vera að fara á markaðinn og velja ferskasta. Ég er náttúrulega mikið á Ítalíu og Spáni, þar faraði bara markaðinn, ekkert flókið. Það er þannig. Já. Þannig ég meina La Bucaria í Barcelona á Römblunni, þar komum við kokkarnir á mótnana áðurinn að opnar. Borromarket, það er byrjað að díla með matklöfur 6 á mótnana fyrir heildsala. Ef það verið markar að þú myndist á þetta þegar ég var eitthvað að tala um þetta, þá var ég búinn að velja húsið. Það var hann stóra skemman niður á Hafnarbakka. Ég man eftir þessu umræðu. Mínum mati frábær staður. Sem var síðan keypt á einhverju hóteli, þeir mega víst ekki byggja hóteli þarna, þannig að skemman er þarna ennþá. Segjum að það væri matamarkaður þarna og það væri félag grænmetisbænda sem væri þarna. Við erum ekki með rómantíska hugmynd um að einn bóndi komi og standi þarna. Ég held að Ernir sé líka alveg rétt fyrir sér að við getum ekki allt þess að eitthvað kartöflubóndi sé 4 daga í viku inn í bæja sem kartöflur. Ef það væri svona markaður, væri þarna snemma á mótnana kokkarnir af öllum veitingastofunum í bænum að sækja inn. Þannig að það væri betra og hagkvæmara? Nei. Það er nokkri hluti sem við þurfum að breyta. Við þurfum að byrja að tengja náttúrulega kannski skólan við þessa rómantík. Alveg rétt. Ég meina ef þú ferð til Ítalíu og lærir að vera kokkur, þá þarfst þú að fara út á Akurinn og læra að rækta grænmeti. Og þar er þetta bara í uppeldinu. En hér á Íslandi erum við bara að hringja einhvern heildsala sem að kemur með hennar dótið á mótana. Já, en raunveruleikinn líka sá að, þú veist, kokkar að leggja inn pantanir klukkan 11 á kvöldin, þú veist, skrútþreyttir og vilja bara fá þetta morguninn. Þú veist, þeir eru ekki með tímann til þess að fara. Ok, nú ætlum ég að snúa svo við, af því að nú eru þið að taka út úr samengi, þið eru að bera ykkur saman við London og Barcelona og Torfihallinn, þessum er miklu stærri neytandahópur og líka hvernig samfélagis... Coconato Ítalíu, förum bara hérna. Coconato Ítalíu, það búa 1500 manns, það er matamarkað. Halló, það er allstað matamarkað. En eins og þú sagði sjálfur, það er í menningunni. Við erum alveg pítir, erum alveg ég get líka sagt að eins og labba ég frá París til Bordeaux, sem er svolítið löng leið, þess að við labba til Egilsstað, og ég labbaði gegnum Hellingabæ litla og stóra, alltaf matamarkað. Af því að það er hefð fyrir því að það er opið til 11 til 12 á mótana. Það var ekki alltaf. Stundum kom maður í bæ, þar sem hafði verið reistur stórmarkaður í jaðrinum. Carrefour. Og þá labbaði maður inn í miðjuna og það var dauð miðja í gamla þorpinu. Og ástæðan var svo að fólki sem bjó í sveitunum í kring fór ekki lengur inn í bæinn að versla. Og þeir sem voru, þar með dó þjónustan fyrir bæjarbúa og endan voru allir byrjar að fara í stórmarkaðinn og það var ekki ostasalir lengur, ekki slátrar og ekki þetta er alveg algengt, já. Og eitt sem hann tók eftir í þessu stöðum, á þessu stöðum þá leit fólki verið út, það var feitara. Ég hugsaði,
heyrðu, stórmarkaðnir þeir bara að drepa okkur, sko. Stórmarkaðnir að drepa okkur. Við verðum að ná matadreifingunni af einhvern veginn heilbrigðari hátt. Má ég aðeins segja eitt, sko, að því að núna til dæmis þú talar Bara Market, þú veist, ég fór með 14 íslenska framleiðendur til Bara Market og 7,5 tonna matvælum, sko. Og ég þekki Bara Market mjög vel og ég þekki, það til dæmis Tröst sem rekur það, svo það eru fjárfestar sem að þurfa stundum að dæla inn auka peningum inn í það batteri. Það mjög erfiður rekstur. Ég ætla bara að segja ykkur það. Hins vegar, gerum þetta jákvætt hérna. Við tölum hugmyndir hvar svona gæti verið sett upp. Þegar þú segir, minnst með kokkarnir vesla í Bara Market, yeah, because there's like about, það eru svona cirka 60 veitingastaðir innan nokkra metra frá markaðnum, skilur. Það allt annað. Ef við myndum ætlast til þess að breyta okkar kokkum í það að fara að ná sér í hráefni, gamla fangelsi niður í bæ. Það alls konar hugmyndir sem hafa komið fram, ég veit ekki hver niðurstaða eitthvað sem að væri þá mjög sentral. En þá íslenski almenni heimilsneytandinn ekki að fara nema hann sé í bænum, en það ekki þá, þú veist, það ekki þetta innkaupa hegðun tvisvar í viku fer ég þangað. En þannig gætum við kannski fengið útlendingana og treyst á að kokkarnir myndi nota sér þetta. Annars sem líka kokkarnir myndu náttúrulega ekki koma nema að væri bara stór hluti ferskvara. Já, ég að segja það. En við erum bara að tala ef að þetta á að virka. Horfum á þetta frekar þannig, þetta samtal, frekar en hvernig hlutirnir eru. Ef við viljum sjá hann draum rætast, þá spurning, ok, hér erum við með, þú veist, þessa aðstöðu niður í miðbæ sem gæti nýst kokkunum og ef það væri líka smá 10-20% veitingasala, þá myndi útlendingar það líka nota sér þetta. Þú nefndir í Barcelona og Borough Market og það bara lykilatriði að það voru að búa til margar stóðir, það voru að vera kokkarnir þurfa að mæta, almenningu þarf að geta mætt, þeir sem að búa í hverfinu, túristandi verða að fá eitthvað og það verður að vera hægt að fá sér þannig götubita. Og líka jáfnvel að ég færi að sækja einhvern mat sem að ég myndi vilja elda heima en bara því miður, ég hef ekki tíma niður. Já, það akkurat það sem við erum að tala eða jafnvel eitthvað bara ready tour í híti eitthvað, að þú sé búinn að hægelda lampið fyrir mig. Það þarf fjölbreytnina, algjörlega. Og ég meni, ég veit það sem ferðamaður og þú líka, að ef maður ríkist aðstöðu erlendis, þú veist, maður ekkert með eldhús, maður ekkert í íbúð kannski, maður samt að fara að kaupa sér ferska ávöxt og ber til þess að hafa herberginu, maður að kaupa sér osbita og við erum öll þannig neytendur. Svo ég myndi segja að túristandi myndi geta bætt í þetta. Ef að þetta var ske, þá þurfum við líka að taka eitt annað með í dæminu. Matamarkaðurinn sem ég og Hlédís höldum og erum búin að halda núna í 15 ár og fær 25 til 28.000 manns hvert einasta skipti. Við erum með eina reglu, að framleiðandinn sjálfur þarf að standa bak við borðið. Það fyrir mér grunnurinn að alvöru markaði. Eins og þessum litlu markaði sem haldin eins og tvisvar í viku þar sem framleiðandi kemur með vöru sjálfur. Leið og við erum komið með batteri þar sem að þessir aðilar eru bara að ráða starfsfólk til að standa bak við borðið. Hversu marga markaði hef ég farið á núna út allan heim þar sem akkurat þetta orðið dæmið og þetta drepur líka. Alla þessa svona ástæðu fyrir því að þið langar að fara með þess að Bara Market núna orðið sekt það, að það starfsfólk bak við básinn sem að veit ekki. Hvað sér þau? Það starfsfólk bak við vöruna eins og Bara Market í London. Það til dæmis ein gagnrýni sem verið að hella yfir þá. Því, eins og ég þekki það alveg inn og út. En áðans að ég ætla að gera göngutúrum minn á Hverfisgötunni að aldrei ég mætti fjölskyldu með svona ung börn. Leit út svona ekki, annarkot svona frakkar eða norður ítalir svona með útlitið og maðurinn hann var að borða prinskeks sem hann hafi keypt í Extra og það svona dæmi þegar maður í útlöndum þá fer maður á markaðan og kaupir eitthvað að túristandi getur fengið farið inn á markaðan og fengið sér eitthvað annað en sko prinskeks, ég alveg vissum að maðurinn hafði ekki valið þetta, hann bara fór inn í svona dýra convenience store. Það var ekkert annað í búið. Það hægt að kaupa epli í Extra, skilu, þetta líka neysluhegðun, skilu. Það fyrir við annað, við að kokkarnir fari ekki, ég meina, prófið að fara í bónus á laugaveginum eða Krónun og Hallveigarstíg, allt fullt af kokkum. Já, kaupa 10 lítra mjólk og... Já, og redda sem vantar kóriander eða eitthvað. Smjör eða whatever, já. Þannig að
ég er ekki að segja að það veri auðvelt, en ég vil minna þetta sé alveg hægt. Ok, það var það ég að taka því að þið voru að segja að það væri tröst eða sjálfseignarstofnun sem ætti Burðarsmarkað. Já, það bara svipað eins og á Hlemmi. Það einn aðili sem heldur utan apparatið og eins og Kólaport að verða núna, svo endurlegir hann Bása. Það gengur ekki dýla allstarna, ég minna, vinur minn á Bútseri hérna, hann er 4. ættliður og Ginger Pig, þetta er þekktasti bútseri í London. Já, þetta er, varðandi það, að þá er það spurningum, ég myndi segja að svona matamarkað veri bara svona menningarstofnun. Og við ættum við þurfum, alveg eins og þegar fólk hugsaði þetta fyrir 100 árum, að Ísland verður aldrei almennilegt nema við höfum þjóðminjasafn og við höfum þjóðleikhús og við höfum ríkisútvarp og við höfum matamarkað. Þannig ég sé ekkert að því að yrði eitthvað svona tröst eða Reykjavíkurborg eða eitthvað. Ég lagði einhvern tímann til að Reykjavíkurborg myndi kaupa kvóta og úthluta trilluköllum gegn því að þeir myndi selja fiskinn á mjög góð mynd. Ég sé ekkert að því að borgaryfirvöld verji einhverju fjármunum til þess að auka menninguna, matarmenninguna, plús það ég held að segja það var rök fyrir því að þetta er bara heilsufastlegt atriði. En þá er spurningin, er ekki pláss fyrir bæði, þú veist. Sko við erum ekkert að fara fram á það að matamarkaður Ísland sé allt í einu opinn allar helgar. Nei, alls ekki. En við viljum alveg fá markað sem er opinn allar helgar. Ég meina, af hverju fæ ég til dæmis, af hverju er grammeti á götuhornum í London eða París flottara heldur en í stórmarkað á Íslandi? Þú veist, af hverju fáum við ekki bara einhverja? Mér er alveg som að setja eitthvað fyrirtæki, eða ber hug og hag okkar neytenda fyrir brjósti og að selja alvöru vöru. Af hverju er það ekki bara allt í lagi? Þú veist, akkur er ekki pláss fyrir eitthvað sem er bara, ég meina tökum dæmi, Ítali sem er markaður, sem er enda fransæs og er núna komin í fullta borgum, það sem að menn sérhæfa sig að selja ítalska vöru, það er bara einhver aðili sem er að reka þetta, hann er ekki að framleiða vöruna. Aftur núna komum við inn að því, nú erum við með einhver 250 framleiðendur á skrá hjá okkur og annað sem að við líka, því eins og segja, það er ekki eins og þessi umræði er ekki búið að eiga sér stað og tækifærin og hugmyndirnar og allt saman yfir árin. Flesti framleiðendur sem að við höfum á skrá við erum með það sem heitir smáframleiðendur og það er líka bara magn af matvöru sem þau eiga til sölu og það var eitt sem var gerð könnun það að hvort þetta myndi standa undir sér beint frá bíli til dæmis búið að ræða þetta mikið yfir árin og það var bara það að framleiðendur treystu sér ekki fyrir því að þeir myndu eiga nóg vöru til dæmis eins og sumir okkar aðalar eins og Brúnastaðir sem að framleiða osta og ginda og geitamjólk. Ég meina all þarra vara fyrir utan það sem þau selja heima hlaði sem er náttúrulega miklu betra fyrir þau heldur en að borga leigu einhvers staðar fyrir á matamarkaðnum hjá okkur. Þá er það bara búið þangað til á næsta ári. Svo við verðum líka að horfa á þetta. Við erum þjóð sem svo er líka aðgangurinn í verslunum ekki, þú veist. Ef þú ætlar að selja vöruna inn í Hagkaup eða Krónunni eða whatever, þá leggja þeir náttúrulega á þetta, þannig að þetta er alveg ókristilega dýrt og þú fær lítið og svo farðu vörun í hausinu og selur hann ekki. Sem er bara mjög ófýsilegt. Þannig að það er miklu gálega að selja þetta heima eða taka þátt í einhverjum aðvendumörkum eða eitthvað sem þú selur alla þína vöru. En samtök smáframleiðenda og Krónan til dæmis eru búin að breyta rosalega mikið þessum grimmu viðskiptaháttum sem áttu sér stað til dæmis því að fyrst opna búrið. Það sem eins og þú talar að smáframleiðandi það var ætlast til þess að þið borguðu sjálf fyrir markaðssetningu upp á 100.000 króna pluss það að þetta var hvað heitir það sala þetta var skilavara. Já, skilavara, akkurat. Svo það búið eins og Krónan búin að vinna rosalega mikið með samtök smáframleiðenda og samtök smáframleiðenda núna og aðilar þeirra innan bæði og Hagkaup líka, svo ég myndi segja að þetta búið að breytast mjög töluvert yfir árin frá því ég byrjaði. Mér finnst það ekki fyrir okkur neytendur. Ekki fyrir neytendur, en ég tala bara fyrir framleiðendur. Alltaf óstöpugt framboð og þetta er alltaf forsendur búðana, mér finnst þetta bara sorglegt. Já, það er líka af því að ofta þessi framleiðendur eiga ekki nóg vöru til þess að fylla á hillurnar allan ársins hring inn í þessum verslunum. En þá kannski að vera bara ástæðubundin, halló. Já, sumir eru það. Já, og þá kannski sniður að hafa systemið sem hann að mæla fyrir að það sé einhver sem með frambóðið. Hann og annar markaður í London, Broadway-markað, bara opið. Segjum að slátrarinn og bara fjögur. Það bara þú framleiðandinn átt ekki meira, þá finnur hann hjá öðrum og hann bara fyllir alltaf. Þannig er alltaf jafn gaman fyrir neytendann að koma og hann sér bara að finna góða vöru. Já, ég meina Markthallen 9 til dæmi sem í Kreuzberg í Berlín. Markthallen 9 opið
4 daga í viku, eins og bara máki, 4 daga í viku. Og þar í raun og veru bara framleiðendur náttúrulega bara básarnir breytast daglega því að sumir kannski bóka sér þriðjudag og föstudag, aðrir bóka sér mánudag. Auðvitað allur gangur á þessu. En það sem ég verðum að muna að, ég meina til dæmis þegar þú og ég kynnumst, þá var búið að vera að tala að setja á fót markað og það átti að skipa nefndir og ég meina, ég bara hugsaði hvað bull þetta og ég bara tók kostnaðinn á mig sjálf og reisti tjald og þannig byrjaði metamarkaðurinn. Svo það þarf náttúrulega líka einhver aðilar að taka af skarið og þeir aðilar og þeir eru margir. Þetta samtal sem við erum að eiga, ég er búin að eiga þetta samtal 1000 sinnum yfir síðastliðin 15 ár. Enginn hefur tekið af skarið til þess að taka að sér, að treysta sér, að þeir geta innheimt nóg kostnað til þess að dekka kostnaðinn sem þeir þurfi til þess að setja þetta á fót. Og ég hlakka spennt fyrir því ef einhver reynir á. Hingað til hefur það ekki gerst. Nei, þetta líka Jú, við höfum alveg séð, þú veist... Hvað? Nefndu eitt dæmi hérna heima þar sem þetta hefur verið? Já, Frú Lauga. Frú Lauga var ekki það sama og við erum að ræða. Jú, bara aðeins minna. Skref í áttina. Þetta var bara verslun. Frú Lauga var ekkert nema... Já, það var svona sem ég var að tala. Það var aðeins sem var tilbúin til að kaupa mörgum og selja okkur. Já, og sérðu hvernig það gekk. Það var rekstur sem gekk ekki upp. 3 mismunandi eigendur og enginn þar að láta þetta standa undir sér. Við verðum alveg raunsæ. En hvað það kannski var gengur það sem að feldi var kannski utanakomandi líka á ég held að alveg gengi upp á ákveðnu fórsendur svo breytast fórsendur já, en Frú Lauga var líka orðin erlend verslun í lokin bændur í bænum og þú veist bændur í bænum gekk ekki má ég aðeins stoppa því við erum að tala um svo margs konar markaði það er kannski ruglum við bara áhverjandur að flakka á milli það eru til náttúrulega alls konar markaði til markaði sem eru bara þessum framleiðendur koma og selja og sem er meira svona tímabundin markaði sem er ákveðin það er mjög fallegt en svo erum við að tala um svona markaði eins og við kannski þekkjum sem túristar í öðrum borgum og þú hefur notað sem kokkur við það sem er bara stofnun í samfélaginu það sem er bara matar ég til dæmis síðustu ár hef ég farið í ferðir með fólk sem við skoðum matamarkaði, förum í 4-5 daga og tökum 20-30 matamarkaði stundum er einhver slíkur markaður og svo til hliðar er svona það sem er líkari kannski það sem að framleiðendur eru að selja svona vöru kannski frekar ætlaðar túristum og oft eru svona lítil sápubúð og eitthvað þið kannist við það sem er kannski ekki beint svona dagvara og svona sem oft er í tengslu við þetta stundum er í tengslu við þetta bændamarkaður þar sem bændunni koma á laugadögum og standa og selja og þannig þetta er oft í kringum þetta er búið að búa til svona hring af einhverju sem er að vinna úr mat sem að jafnvel er seldur á markanum sem að við höfum átt ótal samtöl við sölufélag garðyrkjumanna yfir árin ótal og Gísli Matt til dæmis hann getur nú alveg sagt þér hvað hann er búin að reyna yfir árin hvað var það þau og það er engin vilji fyrir hendi hjá þeim að jafnvel koma og vera á markaðinum hjá okkur og þeir framleiðendur sem eru fyrir utan það eru bara, eins og segja, við hefum haft kartöflubændur og gulrætubændur og þeir náttúrulega þetta er vara sem hefur kannski ekki hæstu framleiðan og kannski á erfitt með að vera inn á okkar vettvang, en við öllu samtöl sem við mátt við sölufélag garðyrkjumanna að vera með grænmetisbás á markaðnum hjá okkur, það verður ekki gengið og það er bara verið gegnumgangandi og eina skipti sem reyndu þetta var að Hlemmi og þeir gáfust mjög fljótt upp og það er yfirlýsing bara þar að þau vilja ekki standa í þessu. En það er kannski það sem er fjárhagslega erfiðast er að selja grænmetið, það er ódýrast og það er það sem þú vilt. Fyrir bóndan sem er, þú reikna tímakaupið á því að standa í básnum. En grænmetið er það sem skiptir svo miklu máli þegar þú ferð inn á markað þar sem þú vilt að hann sé neysluvörumarkaður. Það var grænmeti náttúrulega bara og þá er heilt kerfi bak við sölufélag garðyrkjumanna sem bæði er að stjórna hvað framleiðendur framleiða og líka hvernig það er selt. Svo að aftur það er svo mörg horn að taka, sama með sláturfélögin, jú það eru fáeinir framleiðendur á Íslandi sem eru handverksframleiðendur og vilja selja kjötið sitt beint og við erum með þau en þau aftur eru með við erum með stórmarkaðakerfi sem hefur mótað heildsalakerfi og framleiðakerfi í kringu sig það er allir farnir að framleiða eins og henta stórmarkaðnum sem er að vera bara að framleiða alla vöruna og má ekki vera ástíðabundin þú ert alltaf bara að skaffa þetta á réttu tíma og við skilum þessu þetta ekki selst eitthvað svona og það býr til eitthvað svona framleiðakerfi í kring allt þetta kerfi saman er ekki gott
Þetta veldur gríðarlegri matasóun, þetta heldur óhollum mat af fólki, þetta heilsuspillandi kerfi. Þannig við verðum að búa til einhverja aðra matadreifingu til hliðar. Og þá spurningin hver eigi að gera það. Það verður að vera eitthvað sem hefur driftina til þess að gera þetta. En við erum búin að segja það að til þess að það myndi ganga upp, þá þarf eiginlega svo ótrúlega margar stoðir undir þetta. Þetta svo flókið menningarlegt fyrirbrigði. Þú ert að tala að þú byrjaði fyrir 1000 árum, þú að segja? Nei, 1000 ár er bara market. Það yfir 1000. Það elsti matamarkaður í heima á sama stað. En við þurfum að ná þessu 1000 árum á svona 5 árum. Ég veit það ekki. En klárlega erum við með, við þurfum að vekja neytendur, þú veist, því að þetta liggur svolítið á þeim, eins og hún var að tala um að erlendis ákveðin hefð, þú ferð í lestinni og ferð á markaðinu, verslar hráefnið, kaupir eitthvað smá að borða áður og ferð heim og ferð svo heim og eldar. Hérna þetta einhvern veginn, við erum bara, þú veist, þegar ég krakki þá fór ég í mjólkubúðina, ég fór í fiskibúðina, ég fór í kjötbúðina, þú veist, fyrir mömmu. Þetta bara farið. Afastrákurinn minn þekki þetta ekkert, hann fer bara í bónus. En vitið þið hvað hefur aukist í stórmörkuðunum á svona síðustu 10 árum? Það eru tilbúnir réttir. Við byrjuðum þarna bara 1944, bara með svona smá hotn. Þetta eru orðið heilu veggirnir í dag. Fyrir utan eldum rétt og alls konar svona dótir í. Þannig að það er svona þú að tala um að maður kæmi og myndi fá sér eitthvað pínulítið og fara að elda og borða góða mat. Þetta er búið að yfirtaka í staðinn fyrir að gera það, þá kemur fólk og kaupir svona einhver pakka mat og fer heim. Sumir neytendur eru hræddir við hráefni. Þau eru hrædd við að hantera. En svo er þetta líka tímaleysi. Ég meina, sjáðu, ef þú horfir bara... Það er bara stórkostleg menningar slís ef við erum að lenda í því. En eitt að taka þessi 1000 ár í 5 ár. Nú er eitt til dæmis sem ég er mjög stolt af og Hlédís Svein sem er með mér. Þegar við byrjuðum matamarkað Íslands, þá var þetta einmitt. Ég vil fá, ég meina þetta var í tjaldund, ég held að þetta var í fyrsta skipti bara í 100 ár sem að bóndi kom með vöru beint í bæinn og seldi beint í neytenda. Ég reyndi að gera þetta á Akureyri allan tíma sem ég var í rekstri. Allt sumarið og alla aðvendu. En við vorum að tala um höfuðborgina, svo allavega, og þetta gekk vel og þetta er búið að vaxa upp á sig og það sem við erum alltaf stoltust við er kannski að því núna eftir 15 ár, það eru foreldrar að koma með börnin og við hvetjum ungu kynslunum, við vunnum með Slow Food alltaf að vera með, þú veist, bæði hráefnisleit og bingo og allskyns viðburði á markaðinum fyrir krakka. Svo að kannski þetta samtal sem á sér stað milli þess að pappa og mamma eða foreldrar eru að tala við framleiðenda og barn er að heyra og svo er þetta tekið heim og þetta er á borðinu og þessi tenging er að byrja, það er kynslóð af krökkum sem er að fara að mynda ákveðna tengingu sem kannski þá vonandi leiðir til þess að þú veist, ég er fyrst og fremst auðvitað vill ég og ég held við sem öll saman auðvitað viljum við fá þetta. En ég held líka bara, ef við honum að þess að kauphegðun, stórmarkar Ísland eru bara enga veginn í stíl við Evrópu, ég meina... Nei, alltaf ekki grænmetis. Nei, bara alls ekki, ég meina, sjáðu stórmarkarskeðjur eins og í Bretlandi, eins og, ég meina, Whole Foods keðjan var með rosalega stórt kjötborð. Þeir taka ákvörðun fyrir held ég 10 árum að leggja niður kjötborðin og fara að selja meira svona ready to cook, þannig að þá kaupir þú bara eitthvað unit sem er svona 1 fyrir að elda og núna er búðin helminguð af ferskvöru og helminguð af einhverju sem er tilbúið til eldunar eða tilbúið til uppbytunar. Og maður sér þetta í Tesco, Sainsbury's, Waitrose. Já, svo elda allir, en á Íslandi við erum bara langt á eftir. Þetta sé í stórmörkunum, ég sé að þessar þetta er að byrja að koma sem eru 1944 að konu miklu fleiri og búðirnar sjálfar að búa til, það var nú fréttum eitthvað slys í einhverju súpu frá Krónunni. Ég held að þetta sé heilu veggirnir í dag sem eru tilbúnir. Já, þetta er allt samt ready to reheat, það vantar rosalega ready to cook. Þetta er kannski svona lægst til hlutin af þessari þróun sem þú ert að lýsa. Já, það er kannski verið að geymslu þoleið mest, hráefniskostnaðurinn er minnstur en þetta er orðið mjög mikið erlendis þar sem fólk vill elda en hefur ekki tíman í preppið. Það er að segja, þú vilt koma, það er búið að skera grænmeti, það er allt tilbúið basically í eldamennskuna. Og það er ákveðið tækifæri, en eitt fyrir að elda og þau fyrirtæki sem eru því eru svo sem í þeirri vegferð og við erum kannski ekki mjög mörg og allt það. En ég myndi líka vilja sjá eitthvað sem bara býr til ferskosta og býr til bara skyr á staðnum og ég fá að smakka bara nýtt skyr og ég myndi vilja fá svoleiðis Það er annars samtal fyrir annan þátt af því að ef við tökum upp regluverk heilbrigðiseftirlitsins á Íslandi þá er það ekki. Við þurfum að breyta því. En ég meina það er annar galli sem er á stórmarkaðakerfinu að við erum að fá síður ferskan mat.
Það er bara að klippa okkur frá, við getum bara kallað svona náttúruupplifun á því að borða til dæmis ólíkt skyr eða ólíka osta. Ég neytandi á Íslandi og þið lýsið þessu eins og einhverju mjög svörtu svona stað. Ég veit ekki, ég borða ekki, ég kaupi ekki unnar vörur, ég elda allt frá grunni og hef alltaf gert það. Svo fyrir mér, ég hef aðgengi að mjög fjölbreyttu, auðvitað langar mér að sjá betra úrval af grænmeti, en ég út frá því af því að ég kaupi reko, ég kaupi beint frá bíli, það er alveg leiðir til þess að kaupa. Þetta er næstuði meðaðgerðar kerfi, sko. Nei, en þetta er samt allt annað, eins og við vorum að tala í síðasta þætti, þetta er allt annað fyrir fólk eins og okkur sem er á þessu, það er þetta ekkert mál, sko. Það er aðgengi að þessu öllu. En þú var að við ættum kannski að fara rúnt Reykjavík og fara í umbúðalausu búðina í Hafnarfirði. Matland, til dæmis, þar sem að þau að gera, kjörver að gera, menn þetta er alveg frábært, svo ég held að ef að neytandinn vill, þá getur hann. Ég er alveg sammála þessu, þetta er, þú veist, og ég... En kokkarnir í bæ, þeir ekki að þræða þetta, það er bara á fjórum veitingastöðum. En það er kannski að því að stór hluti af veitingastöðum eru svolítið bara í svona, þú veist, einhverju hamstrahjóli, það sem að þetta er bara mikið álag, menn eru lítið að gera sjálfur, ég minna, það eru alla ungi kokkar í dag kunni að úrbeina, sko. Og það er bara, það er engin tími til þess. Og þar er bara einhvern veginn alltaf bara hver dagur er bara dagurinn í dag og enginn hefur tíma til að hugsa lengra. Svo erum við sem betur fyrir með einstaka kokkar sem nenna að stúdera hráefnið og hér vantar líka í kennsluna. Við leggjum allt og lítið upp úr því að kenna matreiðslumönnum og öðru fagmönnum hver er munurinn á hráefninu. Og þú nefndir að fólk væri hrætt við hráefni. Þú ert að segja að kokkaskólinn, hann kennir ekki raunverulega aðgengi að hráefni. Já, það hefur alltaf verið mjög... Við erum með mat í skólum alls staðar sem ætti að vera ótrúlegt tækifæri til þess að kenna börnunum umgengni hráefni og elda mat. Það er hvað ekki gert það. Það er hvað ekki gert. Nei. Ja, jú, það er nú reyndar einstaka skóli sem gefur sér það. Að krakkarnir fá aðeins að koma nær þessu, en það er langt í land. Við erum líka, eins og hann segir, þetta er þessi menning að ég tala bara við vina, ég finn út af þessu, ég spyr bara þennan aðila. Það er vöntun á að, eins og segi, að matreiðsluheimurinn eða kokkaheimurinn til dæmis sé tilbúin að borga fyrir þekkingu, borga fyrir ráðgjöf. Innifalið í þessu er náttúrulega ákveðið ego. Það er hægt að komast langt á Íslandi ef að þú hefur smá hútspa. En já, mér hefur fundið að allir halda að Google sé leiðin til að læra. Svo kannski þetta, fagþekkingin, hún er í boði en það er mjög fáir sem vilja borga fyrir hana. Svo er þetta bara tímaleysi, menn, þú veist, peningamenn eiga veitingastæðin og þeir hugsa, ég get losað með 2 kokka sem kostar, það er 2 milljónir á mánuði eitthvað og í staðinn kaupum við bara allt tilbúið, steikurnar niður skornar og laukinn niður saksaðan og fiskurinn flakkaður. Já, fiskurinn, þetta kemur allt í skömmtum og svo er þetta bara eins og mál eftir númerum. Þetta er system sem er ekki gott af því að þetta er auðvitað sóun í þessu systemi. Já, en ég er auðvitað ekki alveg, það er ekki allir svona, það er alveg, en því miður þá er þetta svona rauði þráðurinn í gegnum allt, sko. Segjum til dæmis eins og fólk sem hrætt við hráefni. Við getum tekið bara að elda fisk með beini. Sem er svona dæmi sem er að hverfa. Já, ég minn eini. Ja, sem er að hverfa. Hvaða máli skiptir þetta? Nættum við að segja, heyrðu, nú verðum við að fara í átaka að láta fólk elda fiski með beininu, því það er bara svo mikilvægt. Þurfum við ekki fyrst að geta keypt fiskinn með beininu? Já, það keypt laxasteikina eða fisksteik. Já, ég er ein af þeim, sko, því að ég hef aldrei skilið fólk sem verður bara alveg yfirum ef það fær bein í fiski. Þetta hef ég bara einhvern veginn, heilinn minn skilur þetta ekki. En þá komum við aftur að grundvallar hefðum og kerfi. Jú, það er kennt matreiðslu í skólum, en ég menna, og það er búið að reyna ýmislegt í gegnum árin með að fá frekari fræðslu til krakka hráefni og matreiðslu. En aftur, ég menna, meira þess að Albanía núna er komið með system í skólakerfin þar sem er verið að kenna krökkum hefðbundin matfræði. Slow food samtökin eru
meðal annars staðið þessu í samstarfi við ríkisstjórnina og núna er verið að passa að muna að kenna krökkum hefðbundna mat landsins og að því að fjöldaframleiddi maturinn og fast food sko er að taka yfir. Það er líka það er aftur hérna, veist. Það er svo með marga fagskóla, Spáni, sérstaklega í kringum Barcelona, Katalóníu og allsstaðar á Ítalíu, þá er kokkanámi alltaf tvískipt. Það er þessi gastronómía sem við lærum allir og svo þetta tradisjonali. Þannig að þú ert með, til þess að ég væri með próf að norðan, sko. Þegar ég væri með, sko, norðurlensk kokkapróf. Doktor í lögreglunni. Já, en hérna er það, þú veist, bara einhvern veginn, þú veist, hjá okkur er bara enginn að spá þetta. En tökum við eins og þetta, einhverju sem að geti búið til þá kenningu að það er bara rosalega mikilvægt fyrir okkur að elda fiskin með beinunum. Af því í beinu, í fiskinum er mergur í beinunum í hryggjasúlunni alveg svo og þetta er bara efni sem að okkar líkami þarf. Við höfum fengið þetta efni til þess að halda heilsu í gegnum aldrinnar og það að kippa bara beinunum út úr matnum okkar er bara stórhættulegt. Þetta er bara einhver svona heilsufarsleg tilraun sem við ættum að fara mjög varlega í. Svo er þetta líka bara tíminn, þarna þarfst að eyða tímanum í að dunda við að taka beinin úr þegar þetta borða þetta og svona. Já, hægir á okkur, já. Hægir á okkur. Já, svo skoplum við svo ekki. Já, þannig að ég held að, ég er ekki að segja að það er alltaf að borða fiskinn með beinum, en klárlega ættu við að gera það oftar. Ég las athyglisvert daginn sem ég vissi ekki að það var upptakan af kollageni. Ef þú borðar til dæmis fisk með, ef þú borðar fisk með beini, þá er upptakan af kollageninu svo há. Svo er núna allir að drekka þessa svona drykki sem er búið að bæta kollagen í og það er bara næstu engin upptaka því að hún er ekki í sambandi við prótínin í fiskunum svo líka með vinnur þetta ekki, þú pissar þessu bara. Fólk er að borga einhver dýrum dómum fyrir einhverja dós af einhverju sem á að vera bara yngingar djúsinni. Í staðinn fyrir að sjóða þverskorna ísu. Já, það er verið að ljú inn á okkur einhverjum efnum sem við myndum fá úr náttúrulegu fæðinu ef við myndum nenn að borða hana, basically. Þannig við ættum að hvetja fólk til að borða þverskorna ísu. Absolutt. Og náttúrulega bleikan fisk á beini, þetta er náttúrulega bara snillt. Þú nefndir að fara í Krónuna og Bónus. Ég bý þarna niður í bæ og fer í Kjörgarð og upp á Hallveigarstíg. Það er bleikur fiskur, en hann er aldrei með beini. Nei. Er það alltaf bara flök? Alltaf flök. Já, oft bara stykki, en það er stundur roð. Það er roð. Þú sér ekki oft þorsk með roði. Nei, það er alltaf flaka. Þetta gerir mig alveg brjálaða. Eða keilu, ég var nú mikið í Noregi og þeir borða elda keiluna á roðinu sem er algjör snillt. En þú fær aldrei keilu með roði á Íslandi. En ég sá svona bleikjuflögg og það er sem sagt beininu farinn. Já. En þunnildið er með á. Já, þetta er eiginlega annarkost eftir að vera bara í heilu lagi eða þú ert búin að snirta það fyrir mig þá tekur þú þunnildið, þannig ég sé ekki að kaupa það. En ég ætla að dobla þetta. Þú færð að kaupa reykta bleikju sem er búið að reykja og þunnildið er þá. Þú veist, hvað er í gangi? Ég held að þetta sé, annarkort er þetta græðgi eða leti. Þú veist, ég er ekki viss hvort. Þetta er bæði, held ég, og líka, svo fyndin, ég er líka annað erindi sem ég fór á fyrir nokkrum árum, sem var franski sendiherra, íslenski sendiherran í Frakklandi, að tala tækifæri til sölu á íslenskum fiski á franskum markaði, en vandamálið liggi fyrir að við værim ekki að snirta fiskin almennilega. Að það væri svona, hvað ég maður segja, ekki nóg, þú veist, þegar þú kaupir flak af reyktum laxi til dæmis, þá er hann, þú veist, eins og balikla þá var hann fullkomlega snirtur og búið að snirta þetta var orðið gæði. Þú fær það ekki í fiskibúðum hérna, það sem er búið að verka roði fyrir þig. Já, meðan hér er við... Meina affreistra. Nei, það er ekki... Ég veit ekki hvað þið myndu gera, maður myndu byggja annað. Svo finnst mér annað, við erum oftir, ég er nú inni mikið í vöruþróun fyrir kjötframleiðendur og það er til dæmis bara gallina, pressan er svo mikil og stórmarkar ræður svo miklu og þú farið svo mikið aftur tilbaka að vinnslan er bara orðin slagleg, þú veist, menn er ekki að vanda sig. Þú veist, lambalæri selt með nára fituna, akkur er þetta ekki tilbúið í opnin. Þú veist, kótiletturnar eru sagaðar, þú veist, og allt og mikil fita, þetta er ekki trensað. Og beinflís er bara ofan á kjötinu. Já, þú veist, en þetta er þessi þensla, sko. Raðað í pakkan, sko, að séu, sko, tvær, ágætar og svo er falið, svona, lakari bitar, þannig að stundum er erfitt að elda þetta með sama hætti. Ég
lenti alveg í því að ég var í vöruþróun fyrir kjötframleiðendur og maður þróa einhverja vöru sem maður ánægði með, fyrir svo selur hann í búðinu og þeir, já, þetta er frábært, þetta er alltaf dýrt. Þannig að þá var fasi 2 í vöruhönnuninni var að eyðileggja það sem þú varst að framleiða, reyna að búa til lélegri eftirlíkingu fyrir minni pening. Og þar að leiðandi var bæði búið að taka ánægðin úr þessu og þetta var aldrei að fara að virka. Já, þetta er ástæða fyrir því hvað stórmarkaðnir hafa rosalega slæm áhrif á matvælaframleiðslu og dreifingu. Þeir hafa bara einn mælikvarða að hafa þetta nógu ódýrt að ég geti skóplóð sem mestu. Og þess vegna er svo nauðsynlegt að reyna að skapa annan heim sem því eitthvað svona við getum kallað matarmarkað. En við erum náttúrulega, þú kallar eitthvað svona underground fólki eins og við erum. Við fáum allt sem við viljum en við höfum bara eins meira fyrir. Ok, kannski er það líka því ég er kokkur og ég meina hún er náttúrulega svo sælkeri. Parturinn af því að ná í vöruna, þetta er svolítið eins og að veiða. Þú veist, það er meira, mér finnst það meira, þú veist, við það hafa, og það, ég kannski þekktu fyrir það mínu veitingastað að koma og sumir fannst óþægilegt að vera að hlusta okkur að sögur það sem ég var að segja hver ræktaði það sem ég var með eða hvar það var veitt eða eitthvað. En fyrir mér er það svo stór partur af þessu. Og fara bara í stórmarkaðan að kaupa eitthvað, það er bara einhvern veginn eins og að horfa bara á síðustu mínúturnar í bíómyndinni eða lesa síðasta kafla. Já, það var eitthvað sem sagði mér að vera að kaupa gamla íslenska afbrigðið af kartöflum sem heitir Kvemmasnafni, hvað heitir það aftur? Benti eða Helga? Nei, eldgamalt sko. Helga. Hann fór að kaupa það og þá hitt hann mannin fyrir utan umferðarmiðstöðina og keypti það skottur og það var eins og að vera að kaupa sko eiturlyf. Já, ég var fyrir 50-afmælið mitt. Þá var ég að fá osta frá öllum þessum 7 aðilum smáframleiðendum á Íslandi og ég einmitt keyrði Reykjavíkurborg og ég þurfti að fara að hitta eina konu í Kringlunni og gefa henni pening og svo var ég á BSC að þetta hitta aðra aðila og svo þurfti ég að keyra upp í Hafnarfjörð og það er samt eitthvað fallegt. Það búið að senda þetta út allt sko en vanalega þetta var einstæmi en þú veist það er alveg orðið miklu auðveldara. Svo er líka annars sem við verðum líka að vera rosalega heiðarleg við okkur sjálf í hverju þjóðfélagi, í hverju þjóðfélagi er bara ákveðin líka prósenta af neytenda sem er virkilega hugað af því hvað það setur á diskinn og í sig og hefur gaman að því. En ég er að tala út frá stjórnvöldum. Já, ég veit það. Stjórnvöld eiga að hafa einhverja stjórn á því. Það eru stjórnvöld sem að gefa stórmörkunum öll þessi bílastæði og það eru stjórnvöld sem ákveða að skópla öllum út á Granda. Það er stjórnvöld sem ákveða þetta er stjórnvaldsaðgerðir sem að ýtir fólki í verslunarhætti og að mat sem er ekki góður fyrir samfélagið, er sóun í þessu, þetta er óheilsuvænlegt, þannig að stjórnvöld geta alveg ýtt undir annars konar matadreifingu. En ég held að sé líka annað stórt vandamál sem mér er lítið talað ég veit reyndar að Erni hefur talað þetta áður, það er verslunarformi, það er þessi langi opnatími og það er einfaldlega búðin á að vera hlaðin af vöru. Þú veist, við vitum alveg hvernig þetta er þegar maður er út á Ítalíu í Frakklandi. Við hjónin vorum í Frakklandi síðasta sumar og ef maður kom seint í bakarið þá var bara allt búið. Það er bara búið og það er bara hérna einhvern veginn er bara allt fullt af vöru og ég heyri nú ekkert tímann að sko, sumir stórmarkar, það sé bara mottóið að súrdeigsbrauðin þar, sko, þeir vita það að þeir selja 6 af 10 og 4 fara í ruslið og við náttúrulega hljótum að borga þau. Og verðlagið þar lendi innan kjörbúðunar verður þannig að söluhæstu vörurnar fá sér meiri framlegð og sölulægstu vörurnar sem eru kannski rosalega góða gæðavörur fá sér hæstu framlegðina. Svo þetta líka svo áleikningum fyrir. En svo náttúrulega erum við búin að leggja niður þjónustu. Já. Ég meina þú færði enga þjónustu lengur. Ég meina ég vann í kjötborði þegar ég var að læra kjötinina fyrir sko 30 árum og þá var stóðarna til að þjónusta fólk. Þá komu konurnar og sögðu taktu þetta læri fyrir mig og saga það og svona. Þetta er allt farið og ég man alveg þegar maður fór labba inn í Hagkaup og fann ekki natrónið og spurði viðkomandi og þá var maður spurði hvað maður var að fara að gera og enda með maður fekk uppskrift, skiljið. Þetta er allt farið. Þessi þekking á mat. En svo er líka bara aftur að því við erum að tala verðlag. Ef við myndum fá svona neysluvörumarkað aftur verðlagi skipt svo miklu máli. Það er rosalega mikið stór hluti af þessu þjóðfélagi sem bara hefur valla í sig og á yfir mánuðinn. Og líka, það er líka stór hópur sem bara sér mat sem bensín og ekkert annað og hefur í raun og veru enga ánægju af neinu slíku. En meðan við verðlag á gæðavörum það sem það er grundvöllurinn, það er alltaf að fara minnka að þú ert að tala um heilsu og heilbrigði.
það liggur við að það þurfi bara að niðurgreiða enn meira ferskvöru, en skilur það þarf að breyta þessu. En heldurðu að sá sem að fer inn í stórmarkaðinn og kaupir svona tilbúna matinn og þar fram til göttunum? Ég finnst það dýrst. Já, það spyrja því, en í staðin fyrir að maður myndi segja að ég færi hinn hringinn, ytri hringinn og keypti ferskvöruna og færi heim og þú veist, myndi ákveða, já, ég ætla bara að fara að elda eins meira. Heldur það sé endilega dýrari að fara ytri hringinn og kaupa hráefnin? Ef að hráefnin nýtist, nú 40% af innkaupum fólks að fara í ruslið. Matarsóun gríðarleg. Það sjálfkrafa, ef þú ert að kaupa gæðavöru fyrir aðeins meiri pening, þá eldarum minn vandar það aðeins meira. En ef þú ert að kaupa eitthvað drasl, þá kannski hugsa ekki, þú veist, eldur rúmlega og svo endar þetta í ruslið. Ekki myndi ég hafa efni á því að vera að kaupa eitthvað tilbúið á hverjum degi. Það bara... Nei. Þetta er það, svo út að segja þetta, þá getur maður gert þetta svolítið þegar maður elda ítalst. Þá kaupir maður kannski svolítið dýra svínakinn en ég kaupi bara 120 grömm, en ég metta 5 með því. Já, þú ert að tala guanciale, ég var að hugsa hvað færði ferska svínakinn í hvað? Það er eitthvað hægt. Já, það er hægt en aftur, við getum. Og sama með, ég get keypt reyktan lax, 150 grömm og metta 5. Þannig að það er hægt að... Mitt ráð til fólks er bara að elda akkurat. Við hjónin erum 2, þú veist, og við tókum okkur bara í gegn. Og ég bara, þegar ég fer í fiskbúðina, ég kaupi bara 180 grömm af fiski á mann. Já, það er bara punktur. Og þegar ég fer í kjötborðið, þá kaupi ég bara sikkura lærisneiðina. En þá þarf það að geta farið og keypt 2 lærisneiðar. Já, þú getur það ef þú ferð út í Krónu eða Bónus, þá eru bara seldar 4. Já. Ég er ekki þar. Já, það getur gert í markanum, þá getur maður farið og keypt bara... En ég held að þessi líka bara, þú veist, maður veltir þessu svolítið fyrir sig eins og, sko, við hjónin, við erum nýbúin að vera út í Englandi, í Oxford, út í sveit, við vorum í París í fyrra, við erum alltaf í Ítalíu 1-2 ári, einhvers staðar út á landi. Þar eru bara verslanir lokaðar á sundugum, þú veist. Og mándugum. Já, og ekki endur lopið langt fram á kvöld, þú veist, af hverju? Það eru líka veitingastæðinir lokaðir á sunnudugum og mándugum. Já. Það er ekki hefð á Íslandi. Já, það er svo sem að byrja í Íslandi. Þú veist það ekki? Jú, við vorum í 20 ár og aldrei opið á sundugum og mándugum. Ekki það ég sé svona kristinn, en það var bara valið. Þetta er bara annað rekstraforma sem er bara staðurinn er keyrður á einni vakt. Já, bara margir kostir, sko. Eins og við svona byrjuðum þetta samtala að tala þú veist, það finnst mér bara meira í ljósi þess sem við erum búin að tala Ég vil ekki vera rosalega neikvæð því að þú veist, já það eru mörg vandamál en þú veist, það er alltaf til lausnir á öllu. En á sama tíma, þú veist, eins og ég segi, nú er þetta 15 meira það síðan ég opnaði búrið að á þessum, 18 árum þetta samtali er búið að eiga sér stað. Aftur og aftur. En það er sko, við þurfum að tala sömu hlutina aftur og aftur. En ég held samt, ég held að hárið til að það er samt margt rosalega gott að gerast. Eins og sveitabúðin í Svarfaðardal og Völlum yfir sumarið og geta farið í Hálsikjós. Ég ætla líka að nefna eitt sem hefur verið, sem er ekki markaður, sem er öðruvísi, sem eru innflytjendabúðirnar. Alveg frábærar. Það er náttúrulega ótrúlega breyting. Istanbul Market. Istanbul farið ekki þar? Jú, og fiska, frábært. Fiska til dæmis, þar verð ég spennt, já. Þá get ég fengið kaki og ég get fengið baunagjöldin og þú veist, auðvitað, ég elska fiska, sko, það er bara... En það, ég segi það sama, ég fer mikið í þessar Asíubúðir og, þú veist, sko, ef við værum alveg vonlaust, þá værum við náttúrulega bara fluttur. Skilur, við erum ekki alveg vonlaus. En við gætum verið miklu betri. Ég ætla bara að taka fram hérna því að við erum ofta að ræða hvað má betur fara í samfélaginu. Það er ekki gagnrýni á samfélaginu allt sé ómögulegt. Nei, alls ekki. Það er bara að við tegjum okkur áfram með því að ég held að það sé Bill Gates sem hafði sagt það, sem maður alltaf aldrei að vitni hann, það er ekki mikið vit sem kemur á honum. En hann sagði einu sinni, ég nenni ekki að tala um það sem er í lagi. Ég vil bara tala um það sem er að, því að við getum breytt því. Þannig að maður verður stundu í því felst ekki sko dómur á að allt sé ómögulegt sko. Það er rosa, eins og ég segja, því ég er svo heppin og ég tel það forréttindi að vera að vinna með framleiðendum og framleiðendur sem eru að gera alveg dásamlega hluti. Svo ég kannski er í ákveðni endalausri hamingju og spennu yfir því sem er að ske. Því að 2 ári og marga mánuði leiðandi upp að er náttúrulega ekkert annað í gangi en að vita hvað er mikið flottum mat, flottum vörum, flottri vöruþróun í gangi. Ég bý ekki svo langt frá Hörpunni og ég labbaði þarna þegar það var matamarkaður síðast í manni. Hvenær var það? Var ekki bara desember? Nei, mars, fyrir ekki mars. Já. Ég labbaði þangað
og skoðaði svona, var svona, já, það er svona margir að búa til eitthvað svona sápur og eitthvað svona. Mikið, og mér langaði í svona eitthvað sem ég bara ætlaði að elda kvöldið. Og fór til hans Ítalans sem Roberto Cariello, já. Og hann var ekki með það, menn hann langaði í pulsunar sem hann gerir salsiccia, grillpulsunar, já, frá Stjörnum Krónu og Hagkaup. En þau seldu mér ítalska pulsu sem er svona hálfgett mauk, svona sem er svolítið sterk. Ndúja. Það er frá Kalabríu og það er í raun og veru smyrjanleg pilsa sem var í raun og veru algjör nýtni á svíninu þegar það var búið að taka alla góðu bitana. Það var mjög feit vara. Mjög sniðu vara. Ég fór með hana heim og svona áttaði mig á því að hvað hún er mjög sterk og svona. En ég myndi vilja geta sótt hana bara úti í bónus, en ég get ekki. Nei, hún fæst allavega, já, meðalagóin eftir 40. Hún er ekki alltaf í framleiðslu heldur. Hún er ekki alltaf af því að heldur pulsunar þar voru gamla gengið að í Krónunni, þar hurfu allt í hennu, svo voru það til í melabúðinni, hurfu, það eru bara til frosnar. Nei, það er ekki rétt, það er bara til frosið við veturinn, af því að salan minnkar og svo er þetta festið við sumarið. Mér það mjög góð vara og sem ég nota í hitt og þetta. En aftur, hann er einn einstaklingur að gera allt. Svo að þú veist, þetta er raunveruleiki íslenska smáframleiðenda. Svo fór ég og þá var þarna fólk frá Höfn í Hornafirði sem voru með heitreiktan makríl sem er alltaf mjög skemmtilegt. En svo voru þau með heitreikt hrogn. Og það var ég glaðastur með. Þá gæti ég keypt það og fór heim og bjó til Tarmasolata. En þá komum líka einu svolítið annað, sko. Ef það væri markaður, þú veist, hypothetically, sem að væri svona ástíðabundinn og með alls konar, þó að það var einhver einn aðili sem væri ekki að framleiða, þá væri hann með ákveðin aðgang að þessu, já, og þú getur komið að upplifa eitthvað nýtt, sko. Þú veist, við ættum kannski að senda út í kosmosinu og voru nýjir aðalar í Kólaportinu þegar að tala um að opna matamarkað. Við erum búin að funda með mörgum aðalum í Kólaportinu matamarkað yfir árin, mjög oft. Þú mást ekki vera alveg að gera þau upp, sko. Nei, ég er ekki að gera það. Ég er bara svona að segja ef að tímakaup fyrir allar þessa samtölu yfir árin og þessa fundi með hugsunaraðalum, þá væri ég moldrík. Þú lent í því, Eirný, þegar þú kemur og svo ferðu að tala við ykkur sem getur verið á vegum borgarinnar eða ykkur sem er ykkur í framkvæmdum. Svo ferðu að tala við matamarkað og það rennur upp fyrir þig bara, það eru búnar 3 mínútur á þessu fundi. Hugmyndir þeirra matamarkað eru bara eitthvað, það eru mjög sérkennilegar. Mér fannst það til þess að ég var að tala við fólk í borginni, þau sá alltaf fyrir sér svona grænmetismarkað sem að ég var búin að átta mig á því að það er eiginlega efnaðslega ómögulegt að láta bóndan standa þarna og selja út úr. En nú er samt erlendis hefur ákveðið viðskiptamódel eins og þarna í Torfehallinni. Þar er aðalið sem rekur þetta. Hann þarf að vera með ferskur, hann er með grænmeti, hann er með fisk og hann er með kjöt og hann er með bjór. En hann þarf að leigja út hinabásana og það þarf að vera einhver í samkeppni við honum öllum þessum 4 sviðum. Þannig hann leigir þetta út og það er fullt af básum og svo hefur hann meira pláss úti yfir sumarið og yfir aðvölduna. Þetta gengur. Það gangi ekki allir básar, en þetta gengur. Nei, en það er líka aftur. Við verðum að tala um neytendahóp og fjölda fólks sem er að koma við. En nú er Hlemmur til dæmis, nú er að taka hann allan í gegn. Hvað á að gera þarna á planinu fyrir utan? Eigum við bara að vera þar að búra í nefið það? Þú veist, akkur er ekki eitthvað þar? Ég held að Hlemmur fyrir mér, þegar á sínum tíma það verið að tala um mismunandi staðsetningar, hvar hann ætti að vera, manstu? Það var líka talað um niður á Granda og mismundi svona staðir og á þeim tíma fannst mér Grandi eiginlega vera skynsamari vegna aðkomu. Ég er alveg hinum megin. Já, en það er bara umferðarlega óhæfur, bæði labbandi og keyrandi, alltaf rokaðna og vondlykt, sko. En þetta vera kannski nálagt við stórmarkana nema færi á matamarkaðum og keypti svona dittin og dattinn og svo getum við keypt alltaf klósettpappirinn og svona í Krónunni eða bónus og skiptir ekki máli. Á ungu árunum mínum trufla mikið, sko. Á ungum árunum mínum þá var ég ástæðan fyrir ég stofnaði bændamarkað á Íslandi var að því að ég var náttúrulega í þessu í Edinborg þegar ég bjó þar og í 17 ár svo þá var ég bæði sem framleiðandi að selja og svo líka bara sem starfsmaður. Og það voru alltaf haldnir bændamarkaðir
sko á bílaplanu fyrir utan stórkaupan og stórkaupan, svo það var format sko sem virkaði því að það eru kannski alltaf 10, kannski stundum ekki nema 10 til 15 básar, stundum minna, en að hafa þetta bara á bílaplanu þar sem að neytandinn gat komið og gengið þessu vísu og svo gat það farið inn í kjörbúðin og keypt klósettpappírinn og uppþvottalög og allt það sem markaðurinn er það sem kúnin er í staðinn fyrir að fá hremmi verið að kúni kemur á markaðinn. Þetta er oft svona í útkörunum, lestastöðun og stórmarkaðurinn hlið í hlið. Markaðurinn er þar á milli. Skólalóðunum út í útkörunum. Og oft bara löðum og sundum. Já, akkurat. Skólalóðurnar er náttúrulega kjörnað fyrir matamarkaði. Það ætti að vera miðja hverfisins, eða ekki? En á móti kemur, þetta eru við svolítið sko kannski lengra frá framleiðendum og svona. Já. Og svo þetta, það verður engin ríkur af, sko. Eða þú veist, þetta er meira svona vision, þú veist. Og smáframleiðendur á Íslandi selja sína vöru alla nú þegar, hvort sem að það er beint eða í gegnum Kúnnin hefur fundið framleiðanda. Já, og svo í framleiðandi þarf ekki að fara að reyta kúnna. Já, svo þú veist, þú verður líka að pæla í því, sko, ég meina, það er eitt að, ég meina, það er til dæmis fór af stað fyrir kólaportið að hringja í framleiðendur og athuga þeirra áhuga. Okay. Til þess að vera þá með bástur að selja sjálf. Rosalítið. Það voru allir bara, raunveruleikin er, þú veist, ég er fyrst og fremst bóndi með mín verk sem þarf að vinna og svo er ég með þetta og þetta, ég nenni þessu ekki. Þú meinar að ég er bóndi og ég er með vefsíðu sem ég seldi dótið mitt og svo keyri ég líka skólarútuna. Já, basically, þú veist, eins og allir ég þekki það, ég er komið í túnunu heima í Mosó undanfarin ár og við höfum verið að reyna að setja upp eitthvað markað þar svona yfir þessa. Já, og það gengur ekki neitt, sko. Nei, það var haft samband við mig. Við bara fáum ekki að framleiða til að vera. Samt er nú mikið grænmetis- og blómaframleiðendur þar. Þetta er bara ómikil vinna, þeir eru bara á fullu í öðru. Já. Svo þú veist, ekki það verðum ekki að taka frá. Ég bara svona, margtalinn nóin fyrir mér væri það sem gæti komið næsti hér á heima. Ef við myndum segja, ok, við tölum helgi því að þetta þá er almenni neytandinn ekki í vinnu, en það væri hægt að vera hvort sem að það er laugardagsstundar, mánudagur eða föstudagur, laugardagsstundar, þar sem að það kannski væri meira aðgengi fyrir kokkana og kannski þar af leiðandi myndi framleiðendur koma með kannski stærri einingar þann eina dag eða þú veist, það væri eitthvað þannig og þá margtalinn til dæmis er bara þannig að það er bara, básarnir eru gjörsamlega breytilegir, þú mætir, það er ekkert víst hvort þú var í þessu horni eða þessu horni og það er í raun verið þú bara ákveður, ég get verið frá 12 til 4 í dag. Það er opið frá 11 til 6 og þau bara púsla fólki inn í plássin. En það sem margtalinn hefur er svo það sem við töluðum áðan, það er líka veitingaraðstæða, street food, það er bar, það er náttúruvínbar, svo að þú veist, það dregur að svona í raun og veru hvort sem að fólk kemur og kaupir framleiðsluna ekki, það er að draga að bæði neytandi til þess að fá sér borða, líka svona, það er við hliðin á kjörbúð, svo fólk fer þar inn. Og túristana. Já, og túristana, svo þú veist, það hefur allt að bera, þess vegna myndist ég á fangelsisbygginguna þarna í byrjun. Og það er mjög algengt að, þú veist, þess að Oxford er einhverja gamall markaður sem að byrjaði sem ferskvara, sem að bændur komu inn í miðbæ og voru að selja grænmeti aðla og svo eitthvað kjöti, fiski en í dag er hann alveg 50-50 ferskvara og street food og ég held að séu 60 básar þetta er 3 daga í viku, 60 básar af street food sem er sko ekkert endilega eins 2 daga í viku, þú getur bara prófað þú ert með hugmyndina, ég er að gera gott eitthvað og þú prófar einu sinni eða ert þú veist, hverja helgi í 3 mánuði og svo bara, ég bara kann þetta, ég ætla að opna veitingastað. Þannig að það er svona ákveðið tækifæri og hérna. Ég meina ákveðnir aðilar, bændur, framleiðendur, þú veist, það eru ákveðnir árstímar sem eru háanasami, aðri tímar sem eru minna, þú veist, bara geta svona skokka þessu upp og niður, það var í vokan. En svo er eins og að tala um, svo að tala um þessa ástíðabindingu. Við munum öll eftir Borró þegar jarðarberin voru bara í byrjun sumars. Nú eru þau bara, þú veist, þú kemur í janúar og þá eru bara einhver jarðarber frá Chile eða eitthvað staðar frá og þá er svona ástin pínu farin, sko. Já, og þú veist, líka eins og maður bara market, ég meina, sem er þessi svona, þetta var valinn slow food markaður ársins 2015 og ég var þarna við það og þú veist, bara hvernig maður sér þróunina þar, við erum öll að berjast við að öll matvaran verði ekki krukkuvara, verði ekki í raun og framleitt fyrir
túristan, af því að hér þessi litlu matvælaframleiðendur, margir þeirra hafa sprottið upp af því að við erum núna með ferðaþjónustu sem gerir það verkum að þetta getur staðið undir sér. En þá sérðu líka endurtekningu, hvort sem orðið í Iceland, Taste of Iceland á Laugaveginum, hver einasta ferðamannabúð er með sama úrval af þessu. Og það er alltaf auðvitað gott fyrir þau að gera þannig vöru. Það svolítið svona annar geiri og það er líka oft í tengslu við svona markaði eða svona, þá eru oft þessar búðir sem ég var að tala á þennan svona sápubúðir svona, sem að sumuleyti ekki til þess að framleiða fyrir fólkið á staðnum heldur er það til þess að kaupa næstu í minjagripi. Galdurinn hlýtur að vera að reyna að finna svona jafnvægið. Jafnvægið, já. Það þyrfti að vera svoleiðis líka til þess að fá traffík frá túristunum sem að fara þá í streetfoodið og sem að tryggir það að verði kannski ræstargrundvöldur fyrir íbúana að koma líka og kokkan og allt það. Herðu, en Ernía, því ég er með því þú sagðir að þú hefur stofnað búrið. Já. Og þú ert ostasjálfsæðingur. Ég man alveg eftir því þú varst að byrja niður í Nóatúni. Var það 2000 eða eitthvað? Nei, 2008 viku, ég opnaði á föstudegi, hrunið var á mánudegi. Ég var á sama stað, ég opnaði hérna. Ég náði 3 mánuðum, ég opnaði veitingastað sem kostaði þá rúma 200 milljónir og svo var hrunið haustið. Ég flutti inn osta frá Baramak, frá Niels Yard. Já, þú komst bara frá Skotland og Englandi og komst eiginlega með ostana með þér, alveg stór hjól sem voru í kælum á bakvið þig. Já, ég leit sér hannaðan kæli. Já, stórkostleg búð. En svo lendur í einhverjum vandræðum með innflutningin og svona, var það ekki, voru ekki bara stóru framleiðendurnir sem að keyptu innflutningskvótann og... Það var nú ekki kvótatengt, sko. Það sem skeður er í raun og veru því ég stofna búrið, þá náttúrulega ég er náttúrulega búin að búa í Bretlandi í 17 ár, Skotlandi í 17 ár og þar alveg er ég náttúrulega búin að vera með rekstur, ég var með versluþjónustu þar í 10 ár og þú veist, svo ég var náttúrulega í raun og veru með kredit hjá öllum þessum byrgjum, svo því ég til Íslands, þú veist, þá er ég í raun veru út af trausti að fá að flytja inn, ég flutti inn 2,5 tonn af ostum frá Niels Yard Dairy til þess að opna búðina, en svo eftir viku þegar hrunið á sér stað, ég meina það bara var rosalega erfitt fyrir mig, það tók mig 2,5 ár að borga þennan upprunalega stoppkostnað því að hann fimmfaldaðist. Þú veist, þetta var alveg ofsalegt ströggl og það er raun og kannski þannig að út frá matamarkaðsreynslunum út að ég fer bara raun og vera að auglýsa eftir varning hérna heima. Og svo náttúrulega er staðan svo þegar þeir eru að leggja einhverja 115% innflutningstolla á einum tímapunkti, það var einhver geðveik í gangi á landbúnaðarráðherra, að þá er þetta náttúrulega orðið þannig að ég fer að teygja mig í að versla í gegnum þá aðilar sem voru að flytja inn og auðvitað reyndi ég að vera ráðgjafi fyrir þau til þess að reyna að fá betri gæðastöður. En á þessu litla landi okkar með regluverki sem það er og með innflutningstolla og kostnað, þá auðvitað ekki segir það sig sjálft að þessi gæðaostar sem er það sem ég stóð fyrir, það er það sem ég langaði að standa bakvið. Bæði var neytandinn hér ekki heima meðvitaður hvað var á bakvið en líka kostnaðurinn var svo há, svo auðvitað breyttist rekstrarformatið mitt og matamarkaðurinn í raun og veru verður stærri hluti af. Já. En líka fræðslan og ég er mjög stolt af því, það eru mörg þúsund manns búin að fara í gennum ostaskólan á þessum árum og ég var á þessum 10 árum En búrið er farið og ostabúðin í skóla verður stígur líka farin. Ost er ennþá ostaborð í Hagg upp í Skeifunni. Nei, það er bara í Kringlunni. Hins vegar hefur það gerst að það er komið miklu meira af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona erlendir stórmarkaðostar komnir inn í... Hvað finnst þér Og svo er verið líka eitthvað svona þróun í að það er komið svona Íslendingar að reyna að framleiða betri ost, pakkaði svolítið svona inn í svolítið svona eins og að segja Já, það er hollenskir ostar pakkaðir í íslenskar umbúðir. Það finnst mér nú bara eins og að skóla spínat frá Hollandi og kalla það íslenskt. Það er algjört... Er þetta þess að hollenskir ostar? Já, það er bara búið að setja þetta broskallinn, já, þetta er ekki... Er þetta ekki eitthvað frá Skagafirði? Þú ert að tala um mjólkursamslun, það er KS, það er feikir og reykir. Já, það er náttúrulega mjólkursamslun
skramsalan náttúrulega, þótt þetta sé Skagafjörður. En mér finnst það líka bara það að vera ok, ég upplegi að mjólkursamsalan í Ostagerði hefur basically bara verið að herma eftir einhverjum úti og gerir lélegri útgáfu. Nú ætlum ég aðeins að... En það ekki oft þannig, ekki... Jú, kannski. Ísland byggt á því að herma eftir, við erum ekki með. Já, kann þetta ekki allt saman ekki, hvað heitir það, Belladonna? Primadonna. Primadonna er það ekki alveg gáti frá Hollandi? Þetta bara að vera að því að íslenski neytandinn, við erum pínti Ameríkana, við viljum sætt og sætt og feitt. Og sætt og sælt og feitt, það er okkar tikklisti. Já, og alltaf lengra út af jaðrinum, sama hvar við erum. Svo að Primadonna var náttúrulega svo söluhá að það náttúrulega sáu þeir strax að þetta væri náttúrulega algjör vitsferðingar. Frú ostasérfræðingur, þessi þróun á osti segjum bara síðustu 25 ára. Ok, bara bláköld spurning. Í dag erum við íslenski neytendur á verri stað heldur en áður en að þú opnaðir búrið 2017? Með osta. Ok, já og nei. Ok. Númer 1. Horfum aðeins núna bara á eitt. Það er meira úrval. Það er meira úrval, en hvaða gæðastöðl er á úrvalinu er annað. Hins vegar, nú ætlum ég að segja annað, sem er eitt, sem er bara, við horfum á úr hverju ostur er búin til, það er mjólk. Þegar kemur að gæði af mjólk, þá er til dæmis íslensk framleiðsla rosaleg. Íslenska mjólkin, hún er frábær. Aldrei að vanmeta þetta hráefni. Þú getur gengið að vísu, ef ég ætti barn, þá myndi ég fóðra mitt barn núna á íslenskum ostum fram yfir þá erlendu ostar sem eru á markaði. Við getum þessi útvíkað þetta, við erum líka með sama kynið sem við notum í kjöt og mjólk. Þannig að þetta er algjörlega frábært. Já, sýklalyfjanotkun, fóðurun, ég menna þetta er endalaust. Við til dæmis hér á við hérna í norðurinu sko, það er að mælast rosalega há beta-karotín í okkar mjólk. Við erum náttúrulega í 100% grasfóðurun og svo er ekki bara það, við erum líka sko, við erum með ákveðin prótín, K-prótín sem er ekki svona bara algengur á Norðurlöndum sem er svakalega góður fyrir heilsuna. Það eru beintengingar milli lækkun á blóðsykursstuðli í íslenskri mjólk. Ég held að þetta sé allt, þetta er hver... Ok, mjólkin okkar er betri. Hún er betri. En veistu að við gerum miklu verið osturinni. Það er ekki satt. Nú? Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Nú erum við að tala um smekk. Ef þú gengur, hvort sem þú kallar þetta allt plastosta eða gúmmíosta, ég hlæ stundum því ég segi brauðostur af því að þú getur sett hvaða ost sem er að brauð. En það er ákveðin kategóri sem þið kannist við því ég segi orðið brauðostur. Það heitir brauðostur, ekki? Það er eitt sem heitir það, en þú veist, við tölum um alla fasta osta. Sem var í gamla daga í vaxinu með fjólubláðstiklinum. Á Íslandi tala allir þessa fasta osta. Ég tala þú veist, það sem heitir á ensku cooked curd cheese, þessi fasta ostar. Soðnir í salti betri. Það er ekki, við sjóðum ekki ostin, ekki gera þetta verðunda, það veist. Hér erum við með, og þetta og saltpétur er notaður út allan heim, það er ekkert íslenskt fyrirbæri. Og magnið sem er notað er það lítið að þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. En hins vegar sko það sem við erum að tala er að við gerum, if you're gonna make a cooked cheese, aldrei þræta við íslenskan ostagerðarmann af því að hann mun alltaf gera hann betri heldur en þú. Þetta er náttúrulega upprunalega frá Sviss. Þetta er náttúrulega í raun og veru bara aðferðin sem var þróuð við að gera emmentaler og ástæðan fyrir því að þessi þróun á þessum föstu ostum er í okkar hluta af heiminum eru fyrir norður því að við erum kaldari og þurrari loftslag. Svo þetta er bara að þróast í þá átt að þetta er stíllinn sem við finnum í Danmörku og Norrlöndum. Ég bara stundum þennan ost til dæmis þegar ég fyrir út í bakarí og það er alltaf normalbrauð þarna. Normalbrauð með búra og feitulega veistu þetta, ég verð bara búrum ég titra að fá sneið af normalbrauði, þykkt lag af íslensku smjöri sem er svo stútfullt af beta-karotín að það er eins og gull sem glóir og það er ekki gerilsneitt, svo að við erum að fá mjög mikið af góð gerlumúsmjörun okkar og svo búri er svo vanmetinn. Smjörið ekki gerilsneitt? Nei, hitastig fer aldrei upp í það. Hitastig fer ekki það hátt. Svo við erum að tala sko... En búri, er það ekki bara havarti? Þetta er havarti, en hann er rjómabættur havarti. Svo að þú veist, það eru bara feitar en havarti. Ég meina havarti, ég nefndi eftir Hanna Nílsen, havartigord. Ég meina þetta er guðdómlegur ostur. Þú far jógurt, þú far smjör, þú far heslinhetur, möndlur. Þetta er, við stundum hugsa um þessa krakkostur. Nú til dæmis yfir árin hef ég verið að gera paranir með bjór og víni. Hann er eins og kindamjólk, hann er bara smígur í gegnum allar paranir. Ok, við erum með bestu mjólkina, en
Svo ég myndi alveg segja, og við erum mjög, þetta eins og langaðir eins og í symfóníuhljómsveit, þú getur verið víóluleikari og þú getur verið technically brilliant eða listrænt brilliant, ok? Hugsaðu íslensku ostar sem bara tæknilega velgerða og gæða, ekki iðna, Mjólkurfræðingarnir eru iðnaðarmenn, frekar en listamenn. Já, en akkurat, þeir eru tæknilega fullkomnir frekar en við erum það líka kokkar. Og því miður á svona litla heimi, þá erum við náttúrulega í þeirri stöðu að auðvitað langar okkur að gefa okkar aðilum til færi á að verða listamenn að búa til ost. En erum við ekki líka aðeins í smá vesinni hefðarinnar vegna þegar við lítum alla þessa osta sem eitthvað sem sneiðir niður ofan á brauð? Aftur, það er menning, en samt er neyslan okkar fjórða hæst í heimi. Svo að þú veist, við erum fjórða hæstu neyslu af ostum án túristana inn í tölfræðinni í heimi, svo að við borðum anskoti mikið. En þú spurðir alveg í byrjun, er þetta betra eða verð? Þegar ég byrjaði það voru ekki 7 handverksframleiðendur að búa til úr íslenski mjólk. En það var náttúrulega bæði reglugerða pakkin og hann er ennþá til staðar, því miður. Já, en ég segi sko, hann fældi ennþá meira þá. Já, ennþá meira þá. En svo erum við náttúrulega núna komnir með menn eins og Guðna Hannes sem stekkur á milli. Við erum með ostakera snilling sem bara hann stekkur á milli og hjálpar fólki sem er frábært. Ég þarf samt aðeins þarna að ég verið með Þórarinn Egil Sveinsson og svo náttúrulega kemur Guðni inn í þetta. Og ég náttúrulega sem manneskja sem er ostaaktivisti, myndi ég kalla mig, þá er ég náttúrulega voða smeyk við það að sjá að sömu mjólkurfræðingar er að hoppa milli allar okkar smáframleiðenda. Því að þeir eru náttúrulega bara með setjum þekkingabrunn og að fá endurtekningu í hvaða tegundir eru búna til og á hvaða hátt í hvert skipti gerir einsleita flóru. En það væri náttúrulega líka mjög gaman að fá mjólkurfræðinga á Íslandi sem ekki lærðu Danmörku, sko. Nei, en það er eins og staðin þá er Danmörk og Svíþjóð algengustu staðir og núna til dæmis af því að mjólkursamsalan sem er okkar batteri sem þegar við tölum iðna, sko, mjólkursamsalan er eins og sko micro framleiðsla miðað við önnur lönd, skilur að þá og það er ennþá handverk í gangi í lögun á okkar vöru. Það er ekki búið að eyða það er ekki það mikið sem við erum að búa til þess að réttlæta stóru tækin og tólin, svo það er ennþá handverk í gangi. En þá erum við að tala sko hérna með En stjórnendunum langar rosalega mikið að vera arla, samt? Öllum langar að vera arla. En nú er ég bara út í búð. Mér finnst íslenski gráðosturinn. Yes, tölum saman. Hann er góður. Þetta er Akureyrar-merkið utan á honum. Já, en hann er ekki alveg eins og hann var í Kanada. Ég held að það ekki búið til Akureyri lengur, eða? Nei, hann er gerður í Búðardal í dag. En hann er búinn að, Búðardal í mörg ár. En kannski bara engin vanda búið til gráðost. Jó, gráðost getur við, hann er með flóknari, en það er samt. Búðardal er... Mér finnst það okkar betri heldur Danny Blue, sem að minnst hann aðeins feitar í Danny Blue. 5.000 sinni betri, því hann er gerður með heilin. Hún Elisabeth, hún var í Búðardal í mörg ár, svo það bara búið að ein mannskja sjá þetta í 1000 ár. Hún er flutt núna, en samt. En eitt af því sem, til dæmis því ég opnaði búrið, þá var það þannig, ég byrjaði fyrst upp í ostabúðina Bitruhálsi. Og þar voru konur sem var búin að vinna 14-15 ár þarna upp í ostabúð. Og svo komu gráðosturnar inn á grindinni og þær byrjuðu að taka, því við erum náttúrulega með pokagerjun, engin skorpa, við erum að fá kílóverð. Svo þá að byrja að klippa upp pokan og náttúrulega, eins og ég segi alltaf, gráðostar pissa, þeir gefa endalaust af sér vatn. Svo þær voru teknir og svo var byrjað að taka bara naglabusta og hann var bustaður og skrúbbaður og bustaður og það var þreifin öll yfirborðsflóran á hann og pakkar og settir í borðið og seldur. Og þetta fór svo í mig og ég var bara guðnabænum hættun þessu og leifum bara þarna og ég átti samtöl við Elisabethi og í Búðardal þá hættu þeir að busta ostana og þeir leifðu smá skorpu og þeir eru þurrkaðir og það sem er að skeða þarna er að við komum með þá ákveðna flórabakteríuna sem gefur núna og hann er búinn að breytast mikið af því að hann var áður saltur sætur. Núna eru komnir þessi kjöttónar sem við viljum fá frá rauðkítsgerlinum. Oft er hann með svona smá bleikleika og slíkju á yfirborðinu af því það er hægt að busta þá. Svo hann breyttist þarna, 2010-2011 þá hættu þeir að busta. Svo þú veist, íslenski gráðosturinn fyrir mér, hugsaði bara hráefnið. Þetta er gerill sem átti að hafa komið beint frá París. Það eru alls konar sögur hvernig hann kom, en það er einn ostagerðarmaður sem kom með hann til landsins. Og hann kom með hann frá París upp á 1950, svo þú veist, þetta er búið að vera einn gerill, þetta er bara búið að framfylgja allir þessar. Þetta er
tæknilega fullkomlega velgerð, ostur vilstungin Nei, þetta besta sem Íslendingar gera í ástum. En hefur samt Stilton og Roquefort betra? Já, það bara alltaf það er ekki sambærilegt. Þú getur ekkert borið, það er svo að segja þið finnst nautakjöt betra en hreindýrakjöt. Ég ætla nefnilega að skjóta einu af leynina. Það er svo galdurinn við þá Stilton, Roquefort og Gorgonzola. Er að í hvers skipti sem maður er að borða þá hugsaður maður, Stilton er bestur. Svo smakkaði maður Roquefort svolítið seinna og segir, Roquefort er bestur. Ég ætla að pröfa að leggja það fyrir ykkur, að reyna að borða eitthvað á ástum og finna hinn vera betri á meðan að borða þeim. Það er ekki hægt. Þú verður náttúrulega að muna það að skinnfærin þín eru svo, þú veist, ef þú borðar Gorgonzola á ferköndundi einn dag og hringlótum annan dag, þá mun hann breytast. En að þegar við vorum að tala, við erum að skjóta með þessa blámuglosta, við erum náttúrulega rosalega hefðið þar og náttúrulega í Ólafsdal var búin til sauðaostur og fluttur út bara, þetta er aldamótin 19. Við erum með plakkut sem sýna þetta og Ostajói í Borgarnesi sem var nú aldeilis átti börn með öllum konum og við vitum ekki hvað varðum hann. Hvenær var hann? Það er fyrir svona 100 árum aldamótin. Þetta er mjög skemmtileg saga sem er á bak við það, því að var það hann sem var sendur til Roquefort? Hann var í París, Frakklandi og hann ferðaðist. Las þetta því að þegar sauðasalan til Bretlands hættir að þá sitja Íslendingar uppi með 800.000 fjár og það er bara 400.000 og því að þetta var selt út og þá var spurningin hvað við að gera við þetta ættum við ekki kannski að fara að nýta mjólkina og þá var hann sendur til Roquefort og kom og gerði ýmsa tilraunir gekk ekki alveg nóg hjá honum eitthvað liðs en svo 1930 þá var hann vist búin að ná svona góðum tökum á þessu en þá ákvað bændafólk að bara hætta við þetta við erum að láta ríki bara borga okkur bætu fyrir að kjötið seljist ekki og þá var haldið áfram að framleiða íslenska sauðakjötið fyrir kjöt í staðin fyrir að þróa því fyrir að framleiða fyrir mjólk eða ullin. Það var ekki alveg svo... Þetta er svona einfalt að sagja, ég var að flýta mér að því að... Ég held klárlega að mjólkuframleiðslan, hún varð undir og þetta snerist sem er rosa sorglegt. Ég meina, bændur voru að blanda kindamjólkinu saman við kúamjólkinu til þess að hækkað fitustig svo þegar þau fóru með þetta í rjómabúin að þau myndu fá meiri pening fyrir mjólkina. Svo að kindamjólkin þótt að það sé hefði fyrir því að nota kindamjólkinin skýr og framvegis að þá náttúrulega, já. En ég er ennþátt í búð og ég hef síðan að komi ný svona vara sem ég held að sé frá Skagafirði, pakkað inn þannig í svona hörðum spjöldum í svona já, það er feikir og reykir og ég horfi fram hjá þetta og ég svo ég nenni ekki að smakka þetta, ég ætla bara að bíða þannig til eitthvað segir mér hvort ég eigi að gera það ekki ég ætla ekki að rjúka eitthvað til þótt eitthvað er í MS eða Skagfirðingarnir sé að framleiða eitthvað þetta er bara eitthvað svona verksmiðjuostur sem er að reyna að vera skárri þannig ég ætla bara að bíða en ég hef ekki smakkað þetta þannig ég ætla að spyrja þig virði að smakka þetta? Já, ég meina og þú segir verksmiðjuostur, ég ætla nú bara algjörlega að mótmæla því að þetta er Kaupfélag Skagfirðinga, þetta er ekkert það stór framleiðsla og þetta er lageraður ostur. Já, og þetta er, ég meina það en lýst honum fyrir mig svo að þú fristir mín til þess að smakka. Í raun og veru, þetta er náttúrulega þetta er í raun og fyrst og fremst gáta uppskrift sem er búið að lagera, það er búið að nota helvetika til þess að fá fram þessi tyrosín kristallamyndun sem að Íslendingar elska, þessi sætu tóna þessu mjúku, sætu, karmelu tóna, hnétu tónar sem koma fram. Og þeir einu útgáð sem er hún ekki 24 mánuðir? Já, 24 mánuðir og ef það er þinn bragðleg, ef ég finnst primadonna góð. Ég kaupi frekar gáta sko. Já, en ef ég finnst primadonna góð, þá er þetta góð. Og ef ég langar í alvörni að fara að tala hvort er betri mjólk, primadonna eða feikir, þá get ég alveg sagt þér hvað það er. Og þetta er ekki verksmiðju, iðnaðar, þetta er mjólk, hleypir, salt, gerlar, punktur. Ég held að það sé svona hvernig þið pakka þessu það því þetta er svolítið pakkað Já, það sem að byrja þig. Já, það er svona sem þetta er ómikið markaðshyggja. Ómikið að segja mér, hér er einhver gæðavara eins og ég að kaupa, svipað ég var að tala á þannig að getur oft verið í markaðum svona til hliðar, það verður að selja túristum með svona framsetningin á þess að vera ofan á það er líka því að þeir eru búin að leggja meiri vinnu í þetta og það er búin að leggja meiri tíma, þú verður að muna að það kostar að geyma. Það er kostnaður, það er húsnæði, það er... Ég vil frekar fara að kaupa þetta bara af hjólinn og segja, aðeins meira, ég myndi frekar og hjólið, og hvað svo? Ef það er ekki selt hjól, það þarf að segja, ég meina svo ég bara í ostabúðinni hjá mér, ég meina, ok, það eru ákveðin hjól, auðvitað er leið að þú opnar hjól, þá er gæðarýrnum. Henni mín, ég er bara kunni hérna. Ég veit bara hvað ég vil. Ég vil bara hvað ég vil, það er bara ykkar að redda mér því.
Það svipað eins og þú myndir bara vilja fá öll vín á veitingastæðnum Bara í í kút. glasavís, sko. Já. Bara, ég þyrfti bara að opna hérna dýru flöskuna fyrir eitt glas, sko, og vona að ég selji restina, sko. Já, það er ekki þannig að ég get ekki keypt hvaða vín sem Nei, í glasi. það er sjaldgæft. Já. Já. En spurningin frá honum var hvort að aðgangur Íslendinga að ostum hafi skánað eða versnað eða staðið í stað frá því að þú opnaði búrið 2008. Ég ætla að segja það að því að núna er aðgengi að íslenskum handverksostum, þá er það bara rosalega jákvætt. Það er aukin flóra af erlendum ostum fyrir mismundi bragðleika sem er mjög jákvætt. En þá þann dag í dag er það bara staðan að innflutningstollar og vendunartollar sem að ég á margan hátt styð eru því miður þannig gerðir að þeir útiloka það að við fáum inn virkilega flotta handverksgæðavöru til landsins. Og það er það sem ég sakna og þú þekkir. Ég meina núna er ég að fara aftur á Slow Cheese í Bra sem ég er búin að vera að fara síðan 20 ár, næstu 18-20 ár og ég meina það er stærsta slow food osta sýning viðburður sem er haldin í heiminum á 2 ára fresti. Þið er búin að verða nokksun. Já, þú veist, svo við erum bara í raun og veru að þú veist, þetta er, þú veist, auðvitað er það hæsti mælikvarði en þú veist, við borðum ekki þannig á hverjum degi. Stundum þurfum við bara að fá okkur búra á restabrauðið. Já, það er ekkert að væli við því. Já, svo jú, aðgengi að hágæða er ennþá. Og þú vilt meina að þetta sannast í neyslu við borðum fullt ásti? Já. En ég með aðra eldfæma spurningu. Já. Livefood. Livefood, Veganostur. ekki segja þetta við mig, að því að þú veist, ef þetta er ekki búið til engin mjólk, engin ostur. Nei, þetta er ekki ostur, þetta er Nei, svo, vostur. þú veist, en ef að fólki finnst þetta gott, bara frábært. Það fullt af fólki með hérna mjólkuróðól og svona, hvernig? Ég meina mjólkuróþol, það er rosalega lítil prósent af mjólkur, það fer eftir hvort prótínóþol eða laktósóþol. Svo ég meina leið borða parmigiano, þá ertu, ef þú ert með laktósóþol, þá er það engin áhrif á þig. En þú verður að borða parmigiano sem er orðin 24 mánuða eldri? Nei, bara 18 eins og... 24% mjólkuróþóls þóla ekki ost. Já, svo að þú veist, ég meina fyrir mér, ég meina Livefood er bara frábær aftur, sjáu bara fjölbreytnina á markaði. Það er verið að sinna þarna. Það er að tala En viltu ekki kalla þetta Þetta er veganost? ekki ostur, ef þetta er ekki búið til mjólk, þetta er búið til baunamassa eða... Já, ég veit það. Þetta er búið til En við- kartöflur, það er alveg róleg. Já. Þú getur farið í búð og keypt haframjólk. Það er ekki mjólk. Ég kalla það ekki mjólk. Og hvað kallar það? Oatly. En sko, þarna erum við í raun og veru með substitute fyrir þá sem ekki borða ost. Já. Sem er búin til kartöflum, íslensku kartöflum, Já, það sem að frábært. hver heitir nota, þetta er alveg gullfallegt verkefni. Já. Nei, ég og hann er alveg, heitir Og ekki þú Helgi. notar þetta heima Hann með þér. heitir, já, ég Er er mjólkur náttúrulega, og svona heima með þér? jú, Og ferskosturinn frá honum er hann er frábær. frábær og hérna, ég hef verið í þessu ferli að reyna að finna eitthvað substitute í ostakökur, á pítsuna og oft er þessi svo kallagi veganostur sem er í boði, hann er bara eins og bræddur bónuspóki og bragðast eins og ekkert, þú veist. Nei. Er það ekki, eins og sonur minn segir sko sem er vegan, þú veist, ég get alveg sleppti að fá mér ost. Þegar þú ert í London hefur þú farið í La Fromagerie. Já. Það er alveg frábær, það er bara eins og Það er bara eins og ostabúð ostabúð. og þú getur keypt skorið beint úr borðinu en það er ekki mjólkuvara. Og það er gráðostur, þeir nota sömu gerla, svo það verður að nota hvítmikla gerla. Þeir eru alveg að vinna með hérna kasjúhnetur í Já, þeirri það framleiðslu. er akkurat hnetur, það er svona alls konar kartöflur, En frábært, ég mælu með að fara á það. Svo það er... Ég var alls ekki að bera saman, ég er bara alltaf að hugsa um þetta þegar maður er að reyna að finna substitute og ef maður er í veitingarekstri þá er maður alltaf í þessum dansi, tala nú ekki um hvernig í mötuneyti, Já. þá er alltaf að reyna. Og það er flókin leið vegna þess að það er ekki alveg þannig að þú getur bara farið út í stórmarkað og keypt allt sem er vegan af því að stundum er sú vara eiginlega kannski versti maturinn í búið. Já, það er framleitt gífulega mikið að rusli í þeim Eiginlega flokkum. bara versti matur sem hægt er að hugsa sér. En þá komum við inn annað, þegar við tölum um unnin matvæli og það gleymir svolítið í umræðunni. Sko ef við horfum, núna var verið að fara að kortleggja það sem er kallað gjörinn matvæli og þar fóru 30% af mjólkuvörum undir í heiminum. Áttum okkur á því, við höfum aldrei talað um unnar mjólkuvörur, við höfum aldrei talað um unnar kjötvörur. Nei, við höfum alltaf talað um unnar kjötvörur, en ég minna Seriós, það eru fleiri efni í Seriós heldur en í kjötfarsi. Þú veist, unnar kornvörur, hvað er það? Er enginn að tala um það? Og ég minna, fólk heldur ennþá fram að Seriós er hollt. Nei, er það?
Ég held að við vorum að tala stórmarkan áðan að maður að labba svona ytri hringinn, það sem sko grænmetið og mjólkurvaran og kjötið og fiskurinn, ekki fara inn í miðjuna. Þar eru kornvörurnar. Ég held að það sé allra versta svæðið í stórmarkanum. Ég menn talandum Það eru keksið og mjólkurkornið og það drast allt saman. Mér finnst svolítið gaman að því að þú segir þetta orð unnar mjólkurvörur. Ég meina, En þá komum við inn aðra stóra spurningu. Hvenær hættir þetta að vera matreiðsla og orðin unnið? Þú veist, stundum ég bara, ok, þú ert að búa til osta, ég að búa til einhverja kjötvörur, ég raunar að auðvelda þér, ég byrjar á matreiðslunni. Og þá ég að tala ég tek lambalegri snirtið að krydda það og það tilbúið opnin. Þá ég að byrja, þetta unnin kjötvara? Mér finnst við erum unnin matvara þegar við erum byrjað að nota vísindin til varðveislu á þeim matvöru. Og við erum komið meira hráefni í apparatið heldur en alvöru hráefnið. Já, ég er að segja, já, akkurat. Það er búið að setja kartöflusterku í, það er búið að íkja út. Og alls konar dót sem er laboratorial made. Við erum að búið til gerfi. Ég hlusta út að státt í gær, veist þú, ég elska þetta. Vitið þið hvað Labubu er? Nei. Ég elska þetta, ég læri það ekki. Þetta er víst eitthvað sem eru tröllrið í heiminum, einhverju svona, þetta var svona dúkkur. Já, svona dúkkur. Og ef það eru gerfi þá er það eiginlega fúfú. Svo það er stoltið svona, við þurfum að vita hvort maturinn sé Labubu eða fúfú. Ham og spam. Ég lendi í svolítið þrasi þetta að ég löng saga segja frá því, en það var maður sem vildi veðja við mig að fara í svona, ég getur kallað sigurbyttiti. Má ekki taka gos og má ekki borða nammi og má ekki borða desert, sleppa því. Og ég kom með breytingatillögu en ef ég bíjandi sjálfur, ef ég baka kökuna sjálfur má ekki borða að því ég hafði verið í svoleiðis kúrsinn í Galanda, þannig ég fekk það inn, en hann er að reyna að þröngva inn að það verði unnar kjötvörur, unnar maturur. Meðal annars út af þessu sem að ég vil fá skilgreininguna. Já, hann er að tala geruna maturur og ég segi nei, ég ætla ekki að taka út þurrskinku, ég ætla ekki að taka það. Því það, ég líti ekki á það sem geruna maturur. Gott að þú minnir á þetta orð skinku. Skinka er sneið af skornu svínakjöti. Það er ekki til á Íslandi. Ekki bara svínakjöti, heldur svína úr læri. Já. Skinkurnar sem við erum að selja í Sólmarkon. Það er nú, maður getur grátið fyrir framann ostin. En að horfa á skinkurnar sem við erum að selja okkur, þar getum við hágrátið. Það er hægt að búa til skinkusneiði núna úr 20% kjöti. Já. Því ég var að reyna að fá Roberto Tariello til þess að setja, að því að núna við erum að fara í, við erum búin að vera að gera. Ég geti skinku í kjötpól hérna. Já, Siggi, það er alveg rétt. Hann er bara með læri. Hann bara sneiðir læri. Já, ok, það er alveg rétt. Það er kannski eitt staður, flott að segja þetta. En yfir höfuð, ég meina okkar, þú veist, unnar kjötverur með 3 mánaða geymsluþol og þú veist, er ekki til, eins og staðan er frá þessum stóru fyrirtækjum, það er ekki til bara kjöt. Þetta er allt saman búið að mauka og remóta. Hins vegar var ég að reyna að fá Roberto Tariello, talandi smáframleiðanda. Og ég er búin að vera tuða í honum. Bara núna erum við að fara að flytja til Reykjavíkur, aðra aðstöðu, nú getum við að fara að gera meira. Við verðum að gera skinku, alvöru prosciutto cotto, við verðum að gera. Nei, hann harðneitar. Ég er búin að tuða í hann með svona 1,5 ár. Hann harðneitar. Hann segir bara, númer 1, að því að reglugerðin sem á við ferskvinnsluna sem við erum að fara, þá má ég ekki búa til soðna matvöru og selja. Svo, þú veist, númer 1, heilbrigðiseftirlitið. Númer 2, kostnaður. Hann gæti aldrei selt þetta á verði sem er, þú veist, þannig að vara myndi að selja. Svo, þú veist, ég sér það. Hann er búin að, þú veist, En ef að neytandi stæði fyrir framann hilluna sem ég var að segja. Og þetta kostar, segjum bara 4.000 kílóið. Það er lítið. Ok, 4.000 kílóið. Og málið er það að þú ert bara að kaupa 70% kjöt, sko, þannig að raunverulega er kjötverðið sem þú ert að kaupa 7.500 og kannski geti hann lifað á því að selja það á tvíverði. Skilur hvað ég meina? Já, eins og ég segi, það sem er að Ég held þetta sé mjög erfið margt. Ok, ég selði bara líka bara hefðin. Ég selði bara 600 grömm og svo færðu bara 400 grömm af vatni með og bara hafa það. En þá fyrir við að ímyndina. Því það er í hinni sem að þú ert búið að búa til verðmyndununa þína sem neytandi. En þá fyrir við inn á ímyndina. Ef við myndum stökkva núna á Laugaveg og spyrja nokkra vegfarendur hvað þeir sæju ef ég myndi tala skinku.
Ég er hræddur að Íslendingarnir myndi allir sjá fyrir sér eitthvað svona ferkanta unit sem er raunur að hakka svínakjöt sem búið að líma. Og ekki bara það líka ef þú fær til Bretlands neytandi er bara alveg skítsama. Þau bara taka þetta, samloka alveg sama. Ég hef sagt við börnum mín sko að ímynduðu ykkur að þau væru hérna fyrir framan vélina sem býr þetta til. Það sem að kjötið snýst í hring eftir hring. Pink slime. Já, til þess að koma, til þess að hafa sem mestu bindingu á vatni og efnin sem að þarf að setja í þetta. Ef þessi vél væri inn í eldhúsinu ykkar, þið myndu aldrei kveikja á henni. Þið myndu aldrei þá búa til mat með þessu vél. Já, en samt ég meina að... Samt þetta sko, svona vélar og svona aðferðir eiga kannski langstæsta hlutan af stórmarkanum. Ég meina, salsiccia-pilsan frá Roberto, grillpilsan, ég meina, hún er bara kjöt. Þess vegna er ég í deilu við hennar mann að það er munur á... Hann vildi hann þá meina að sko ráskinga, hann vildi henda öll út. Að það væri unnin matvara. Ég sagði, ég er búið til spægipilsu og ég veit alveg hvað er í góðu spægipilsu. Já, ég meina, en eins og sko myndi ég segja... Spekk og kjöt og krydd. En ég bara hugsa þú varst að segja við krakkarnir, þið myndi finnast það ógeðslegt að þið sagði sko unna matvörni, en ég meina, það veist... Hvernig hún er unnin? Já, en ég bara svona hugsa líka bara, það veist, þegar kjötið er í hakkavélinni með kryddunum áður en það fer inn í þetta er alveg slímugt og eitthvað ógeðslegt að sjá þetta í tankunum áður en það fer í. Þetta er allt annað þegar þú ert að gera þetta til þess að binda sem mesta vatni inn í þetta. En ég held alveg það er alveg til, þú veist, fullt ágætis gæða skinkum sem eru hakkaða sko, en ætti kannski ekki endilega að heita skinka, þetta er fínt á brauð, ég ætla ekki að lítið á því. En þetta er ekki læri, þetta er ekki eldað grísalæri eins og skinka á að vera. Þetta heita Malakoff eða eitthvað. Sem er svo leiðspilsa. Við erum að tala ég er að reyna líka, annað sem ég vill að hann geri er mortadella, þótt að ég borða ekki mortadellus, ég borða ekki svínakjöt og ég borða ekki kjúkling svo að ég hef ekki gert það í 25 ár. En hins vegar er ég að reyna að láta hann gera mortadella því að neytandinn er að biðja það. Hver er að biðja það? Neytandi, það er mjög margir. Þetta er rosalega, ég held að það Íslendingar ferða svo mikið til Ítalíu. Já, svo kom þetta svolítið í tísku með þessum ítölsku samlokustöðum sem þessi staði sem er að kópera þessa flórensku staði svona. Með pistachio og stracciatella. Mér finnst það frábært sko. Mér finnst þetta lardo, ég elska lardo. Já, lardo er uppáhald hjá mér, en ég miklu frekar borða lardo því að mortadella fyrir mér er bara golfsóp, þú veist. Þetta var náttúrulega hétt salami rosa í gamla daga fyrir svona, þú veist, 100 árum og þetta er núna orðið þetta iðna fass, þetta pink slime sem við erum að tala sko. Mortadella fyrir mér er með því lélegasta sem að þú getur verið að kaupa. Það lítur að vera eitthvað kunst að búa þetta til svona stórt. Nei, þetta er bara sprauta í stóra póka. Já, svoðið. Þetta er bara alveg þú veist. Það er engin munur á því. Og getur búið til kjötbúðing í hvaða stærð sem er sko. Þetta er bara, þetta sprautaði svona, stundum alveg í svona stóra póka. En hitinn kemur hér sko, kannski hann þarf að fara að hinga. Já, guðsögða bara tíma. Já, guðsögða tími. Herðu. Það er samt eitthvað rómatist í mortadella, þetta er svo fallegt. Salami rosa, ég myndi tala fortíðina og þá myndi ég segja, það var grófhakka til dæmis. Svo var það hægt og rálega að nota meiri fitu og þá var það fínna og svo var þetta orðið svona eins og þið kölluðu þetta golfsópið eins og þú veist, það var bara afgangarnir frá öllu öðru var svo sett saman og nýting. Ég meina það var eitt mest framleita áleggi þegar ég var í þessu 1980 eitthvað, það var Malakoff. Malakoff, já. Svo var liturinn bannar og það var ekki svona bleikt og fallegt og þá huldi saðan. Já, Malakoff er í raun og veru margan aftar sama. Já, ég myndi það. Herðu, gaman að tala mat við ykkur, Erni og Friðrik. Það ekki fyrir að koma hingað í við kallum þetta matatíminn, sem er eiginlega, við sittum hérna bara við borðið og tölum mat með einhverjum hætti. Við fólk sem finnst gaman að tala mat og við finnst mjög gaman að tala mat. Það er ekki að spyrja að því, við bara varum við það. Niðurstaðan er bara hvetjum einhvern til að taka Ég vona líka kannski opnu augun á okkurum og þú veist, neytendum eða framleiðendum eða hvað sem er. Ég hef náttúrulega tröllatrú á því orðsuðu til alls fyrst, þess að sitja hérna. Og ég sætti mig alveg við það stundu þarf maður að segja sama hlutin, sko. Maður lærið það nú líka til dæmis í blaðamennsku að maður var að skrifa eitthvað sem maður fannst áhugavert og svo kannski árið síðan vakti enga athygli, svo gerði maður aftur og svo aftur og svo aftur og svo aftur og allt í einu fór þetta okkar flug og þannig að mér finnst allt í lagi að hafa þá þolinmæði að stundu þetta bara að segja sömu hlutina og því að til dæmis það verði til matamarkar í Íslandi það þarf margt einhvern veginn að falla saman það þarf eiginlega bara lukku til þess að það geti orðið af því að á einhverju tímapunkti sé kannski sölufélag garðyrkjumann að sjá í ljósið og svona það er svo margt að gerast til þess að það gerist og kannski gerist það vonandi in our time eins og sagt er. Fyrir 15 árum þá var ekki 250 netföng í framleiðendalistanum. Svo
Það er búið að bæta. Já, herðu, aftur Ærný og Friðrik, kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Takk.